Já, elsku besti hlustandi, það er 5. lótan sem að hilsa ykkur á hrikalega fallegum mánudegi. Gullfallegur. Já, gullfallegur, það er svona alveg kolbikasvart úti Já, og... nú. Já, 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 og þessu fallega kvöldi, sko. Það var góður dagur í dag, maður. Já, áttur mjög góðan dag. Já, maður, ég klæddi mig svo vel upp, í allt með hlýja dóti en það þurfa að fara úr söllum, maður. Það var svo gott við. Já, ég var bara, þegar ég ætla svona, ok, á hvaða leyti var dagurinn góður? Já, ég bara klæddi mig og fór svo úr fötunum aftur. What a day. Já, herri, ég klæddi mig líka, ég fór í mínu fínasta spandex og rullaði á dynnu. Já, næs. Átti ágætis æfingu, þannig að Ari Býring sem er að fara að keppa á Glísa Fænet ákvað að koma og svona, hei, ég vil taka hérna og rulla og svo sveppaði mig tvisvar. Það er ekki best að forðast bara þess að fætkamp gera. Jó, það bara gleymdi þessu, sko. Ég er líka eitthvað svona aðeins að breyta einhvern veginn í æfi, sko. Aðeins að vera svona rólegri og flóa meira og eitthvað svona taka tíman í hverju stöðu, sjá hvað er að gerast, er ég hættu, hvar er lásinn og eitthvað. Svo bara lendir ykkur fætkamp og þú bara dáinn. Það er gamanlega, en þeir eru í fucking formi, strákarnir. Já. Það er hérna, Stutt í þetta líka. stutt í það, 2 vikur. Já. Þetta er bara, þetta var vefðaður, eða? Ég er hún vel sáttar. Já, Ég get ekki beðið fyrir það. ég bara, Búrið er bara, þeir eru búin að setja búrið þarna og hvað svo ég. já, það var búið að rífa niður búrinn í Reykjavík hérna. Já. Og, já, búrinn kom upp í Keflavík. Já, ég sá að voru eitthvað að setja það Já. postastóri. Já, næs. Það er klíka. Mhm. Svo rækst ég aðeins á Aron Leó spjarnar þessu. Ok. Og það er alls konar í gangi, sko, sem Já, var alltaf ok. að tísa sko. Já, ok. En svo vildi ekki gefa neitt almennilegt út, sko. Eitthvað sem þú mátt samt tísa í þættinum. Ég sagði svona, er þetta off the record? Og hann svona, já, ég veit ekki, ég er ekki betra að hafa það þannig, off the record. Ég var svona, já. Þá tísa ég bara. Takk fyrir ekkert. Já, takk fyrir ekkert. Nei, Ok, það er eitthvað í pípunum. það er eitthvað í pípunum, sko. Stærra en það sem við erum með áður, sko. Það er eitthvað stórt, skilur, það er eitthvað stórt í gangi. Menni, hann er, þessi skópskæi síðast. Það er bara, kom nú allan á kortið. Ég ætla að Róttöki gekk Tetham, Bradley Tetham, já. Það kom hún vissulega á kortið, sko. Bara fokkin endurspila það alveg endalaust og gera það einhverjum pósterdóti og dóti. Svo, síðastu bardagi, bara establisa hann svolítið. Síðan bara fastur hluti af kortinu. Núna eru bara, alls konar í gangi. Þannig að það er mjög, þú veist, Má ég svona giska? ef þeir ekki komið inn á Aron Leó-vagnin, þá þurfa að kaupa ykkur miðan núna. Ég er komið first class miðan. Má ég giska út af því að hann sagði mér ekki neitt? Já, nei, en þá líður mér svona eins og ég sé bara svíki. Þannig að Best að vera ekkert að styggja harmlegu. Nei, ég hugsa samt að ég get alveg tekið hann í glímu, sko. Heldur það? Já, það er alltaf að minnka bilið á millagræður og það fer að koma að þessu. Kannski ef hann, þú veist, ef þú nefnir komunum á óverðu og Já. hann veit ekki að það er að fara að klíma, Já. svo ætti þú allir bara eitthvað baka ykkur gardin og Já, það er geðveikt góð hugmynd. En ef þú fækir að byrja bara, runni ekki tjók, Já. locked in. Locked in. Já, Og og bara, bara eittir að byrja. Heldur þú myndi klára. ef ég fengi að byrja með Rear Naked Choke, Já, locked in, báða króka. læst og kannski bara bodylock og eitthvað og svo er bara 3, 2, 1, go, hvort myndir ná að klára? Já, ansveitin hafa, hann hlýtur að vera. En annars er ég vissulega að djóka, ég glímdi við hann með eitthvað daginn, sko, því að hann vildi taka svona restaurant. Það var líka að glíma við hann og hann gaf mér bakið sitt og ég var eitthvað að reyna að nuðast hann eitthvað í honum. Og hann bara eitthvað, hvað er það að gera? Ég sá þetta á TikTok. Og eitthvað, ég man það ekki, eitthvað chimp handlock eða ég man ekki hvað það heitir, það var eitthvað alveg glæð. Herru, gaman að því, en það var mikið að gerast helginu. Það var náttúrulega UFC í Apexinu, þar sem að Steve Garcia pakkaði Onama, myndi ég segja. Já. Vísbendingur veðmálaskandal, eye-poke aldarinnar Já. og mest turnaround sem ég bara man eftir svona í lifandi minni. Bara, það var gaman að diskutera það. Svo var það var King of the Ring í Svíþjóð, þar sem að Ronald Bjarki tók gullið Já. og bara allir komist í semifinals eða finals. Það var mjög mikið að silfur medalum, ég var bara, já, var ekki búið að tellja það saman, sko, það voru ekki alveg það.
6 eða 7 íslenska silfurmedalíur. Já, og þetta var hrikalega sterkt mót hjá hnefileika fólkinu. Svo var náttúrulega hérna IBJJF Europe, þar sem að Þröstur úr FBC var að keppa og Villi líka, Villi sem er núna að þjálfa í Reykjavík MMA og Brýnir. Já. Villi Þröstur, hann tók 3. sætið í í svartbeltinguflokknum. Það er stórt, mann. Það er ógeðslega stórt. Já. Það er ekki bara Veist þú klikað. Þú veist, hafa Íslendingar náð svona, hver er hæsti árangur sem Íslendingar hefur náð á, þú veist, IBJJF mótum, veist það? Á IBJJF móti? Veitu það ekki, já? Jú. Ég myndi alveg setja peninga á að þetta væri... Þetta væri bara það. Já, þetta væri örugglega mesti árangur sem einhverjum náð á þessum móti. Já. Þú veist, í þessum flokki líka, þú veist, í bara svartbeltingum, skilju. Ekkert ungmenna, ekkert intermediate, ekkert masters eða eitthvað svona. Ég myndi alveg hugsa að það væri þetta. Besti árangur Íslendings á lífmóti almennt er vantilega Gunnar Nelson á ADCC, opnur flokki, 3. sætið, sem alltaf bara komin með UFC. Þannig að en ég er ekki með IBJJF per se á hreinu, sko. Góð spurning. Takk fyrir að láta mig lítið út þessu fíbl. Það er sko, gott að þessu. Herru, ég ætla eftir Tapology, við getum aðeins að byrja það. En sko, UFC síðustbergi, við erum aftur komnir í Apexið. Pardon my French. Apex, viðbörði. Já. Apex, síðustbergi, Apex, næsta helgi. En svo fáum við UFC 322. Þannig að þú veist, og það verður klingað. Það er bara Íslam og CDM. Já, það er 15. nóvember. Sama dag og Glacier. En það er væntanlega nóttina, þannig að þú veist. Já. Þá... Ég er að fara að bardaga yfir okkur. Já, en... Þú veist, með þess að fyndið þetta, kemur alltaf í svona rispu. Af hvernig er Glacier fæta þetta UFC 322 á sama kvöldi? Þetta er alltaf. Já, og svo, þú veist, hefði Icebox verið sömu helgi, en það var fært. Þannig að það lendir á sömu helgi og Kolur er að berjast. Og Mjölnir. Og maður er bara, hæ? Hvað er í gangi hérna? Þetta er... Það er alltaf margir bardaga íþrótta viðburðir fyrir 2 menn að covera. Já. Þú veist, það er bara hann. Einmitt. Við þurfum að fá 3. mannin inn í þetta. Þannig að hver á að vera á, þú veist. Þið þurfum bara að senda inn blaðamanna atvinnuumsókn inn á mma3@gmail.com og við ef ykkur langar frí til útlanda það er það vissulega í boði. En við erum alveg að vera komið þangað. Herri, en ég var aðeins að diska það, margt sem gerðist helgina. Mjög mikið, sko. Þetta var eiginlega sem bara sem var galið. Þegar sumbardagar voru hræðilegir, aðrir voru geggjaðir. Svolítið mikið svona klímu tilburði. En, herri, first thing first. Steve Garcia móti David Nonama. Já. Einstefna allan tíma. Já, sko, ég heyrði einhvern líka tala að þetta væri mögulegt veðmálasvinn líka, sko. Nú? Já, því að þeir hafa tengingu við hennan Krauss-gæja báðir. Já, hvað heitir hann? Stephen Krauss? Maður ekki. Eitthvað Krauss. Þetta er gæði sem hefur bara verið böstað við það af þessa fætt, sko. Já. Þeir hafa báðir einhverju tengingu við hann, bæði David Nonama og þessi Bulgarian. James Krauss. James Krauss. Já. Sem var alltaf að kornera einhverja fætira. Já. En er núna bara í banni. Já. Já. En hefur hann tengingu við hann, David Nonama? Já, og ég sá einhvern vera, þú veist, með einhverja kenningu þetta, sko. Þú veist, ég skil ekki alveg okkur David Nonama bara sló ekki tilbaka og bara lét hann bara vallt yfir sig. David Nonama hefur alveg farið í alvöru fucking bardaga, í alvöru stríð, þú veist, hann er alveg gæði sem að höndlar og er mjög teknískur og er, þú veist, ég hélt einmitt að Steve Garcia myndi svolítið hjóla í hann, en David Nonama væri bara of smúð bæði standandi og í glímunni til þess að láta valta svona yfir sig. En svo bara gerði hann ekki neitt, þú veist, mér er svo skrítið gæði eins og David Nonama hafði bara frosið. Já. Ég ætla ekki að saka hann um eitthvað veðmálasvinn, en ég ætla að saka Ísak Bulgarian það hins vegar. Já, við þurfum betur yfir það eftir, sko. En hver segir David Nonama? Bara einhver gæði á Instagram sem tapaði peningur. Já, hann er basically bara ég og þú. Já, ég setti single sko, David Nonama by Decision. Það var, ég menn ekki hvað ég setti, 50 hvað sem Já. Og ég hélt að David Nonama það, sko. Já. Svona fyrirfram. Ég var ekkert hissa að Steve Garcia var þetta, sko. En
Við erum aðeins að rifja upp, sko, að því að búin að tala um lögmannsmitt, sko. James Krause, þessi UFC coach, resurfaces to proudly claims he's more than 5 million in debt. $5 million in debt. Þannig að, þú veist, það alveg spurning, sko, það er eitthvað gæi í slagtogi með James Krause sem allan 2004 í $5 million skuld við, spurning, nákvæmlega hverjum hann skuldar. En svo hann í slagtogi með einhvern fæturum og að láta þá taka dífu og veðja á þá og eitthvað. Veðja á þau tapi og eitthvað. Þú veist, það er svona það er spurning, sko. Já, ég sá okkur að vera greina þetta, ég skoði ekki nógu vel, en bara eitthvað svona, þú veist, Bulgarian var bara, þú veist, takedownu var bara þarna og bara svona, hann hefði bara svolítið að gera þetta og þá hefði hann bara klárað þetta takedown og eitthvað svona, þú veist, bara út af því að hann átti að lenda undir, hann átti að gefa sér baki og þú veist, allt þetta. Og hann var svo mikill heavy favorite. Ég sá einmitt bara, ég setti hann á parlay bara snemma, skerði parlay deginum áður eða eitthvað. Svo sá ég allt í einu bara stuðullinn var bara að hækka geðveikt mikið á honum. Bara þegar, þú veist, þegar ég var að skoða þetta live, þú veist, það fór úr sko 1,3 upp í, hvað, 1,8 eða. Já, þetta var eitthvað. Það var komin stór bett á hingæðan og sérstaklega hann myndi ná finish í fyrstu lótu. Kom ekki huge bett á það, svo gerist það að þetta meikar ekkert alveg sens þetta hlýtur að vera. Já, en ok, þannig að var þetta sko main eventið, svo fyrir við út um allt, að þú veist, það er ekkert svona alvöru konkrét veðmála fúsk í kringum það. Nei, það var einhver gæi á Instagram með einhver kenningu sko. Ok, en bendlaði hann samt við hann Krause líka sko. Já, ok, það er eitthvað sem má skoða sko. En mér var Steven Garcia samt bara, þú veist, ok, ég ætla að sleppa því að þessi veðmáli minn geti setið þar og bara bardagreina þennan bardag skilju. Steven Garcia var bara aggressívari allíman, pússaði peysið, pússaði pressuna, var ógeðislega góður bóksari. Og hann er alltaf á tánum, upp á táberginu á afturfætinum, á meðan David Onama var bara flatur. Hann er mjög mikill flatfótur og svona hreyfir sig mun hærra, en ég var ekkert hissa skilju að þetta hafi klárast eins og þetta gerði skilju. En ég horfði á það bara, ég bara tjóðlega, Steve Garcia, ógeðslega góður bóksari. Hann er svo góður svona, kannski kemur hann með eitthvað svona jab, hook og það er ekkert mikið í gangi, en svo býr hann til eitthvað kaotík, þar sem menn eru fannir að cover upp og eitthvað, en hann sjálfur er svo cool og kálkaleitið í þeim momentum skilur, þegar það virðist vera svona kaotík og þeir eru alveg svona inn í öðrum skilur, þá fer hann að lenda bara mjög svona vicious body shots og bestu höggin hans koma einhvern veginn þar, eða þannig mjög mikið á góðum höggum, en það er ekki svo bara hægri yfirhandar sem að smetla hittir hann með mig og það er svona upphefið að endanum sko, en þú veist, ef að David Onama, þú veist, ef hann væri að taka dífu, myndi hann ekki bara leggjast í gólfið þá bara og kofra upp og hann var svona eitthvað að ströggla. Jú, þetta er örugglega bara eitthvað bull sko. Já, þetta er bara... Þetta er örugglega út af því Ísak Bulgarian, það var, þú veist, það er greinleika það var. Að þá hafa menn kannski bara að horfa á eitthvað meira. Þú veist, ef þetta hefði ekki gerst fyrir á kartinu, þá hefði enginn verið eitthvað að saka David Onama um eitthvað veðmál, sko. Nei, 100%. Það er svona það sem ég... Já, ég var svona að hugsa, mér varst ekkert svona að vera keimur af því sko, með að veit hvað David Onama reyndi mikið að bjarga sér sko og ætlaði ekki að rótast og eitthvað. Ég skil bara ekki af hvernig hann kýldi með þetta baka bara frá fyrstu sekundu, þú veist. Já. Það var bara svolítið mikið að bakka og cover upp og var lítið að koma tilbaka frá honum. Já, hann var ekki að gera mikið. Ég skil ekki þetta, ég hef alveg séð David Onama bara þegar Gauir er alltaf bara að reyna að búlja hann lætur ekki búlja sig, hann er fucking góður. Hann er ógeðslega góður fætir, ég skil ekki af hverju. Það var bara eins og það var ekki kveikt á hann. Já, þannig getur það bara verið sko bad day at the office. Já, en hann alltaf sko, hann var ekkert búinn að tapa neitt. Og svo líka maður alveg, þú veist. Þetta var fyrst sem hann kláraði á ferlinu, sko. Já, þú veist, hann er með, maður þarf ekki að kíkja til Katsei, Roberto Romero, Jonathan Pierce. Það er alveg ágætis nöfn, sko. En Steve Garcia kannski bara, það er mörgum levelum fyrir ofan. Ég held ekki sko, ég held að það hafi bara verið eitthvað af. Já. Þú veist að þetta er ekki David Onama sem ég man eftir og bara hefur alltaf verið ógeðslega hrifinn af sko. Já, hann bara gerði ekki neitt. Gerði ekki neitt sko. Þannig
Ég veit ekki, það eitthvað, þú veist, kannski einhver meðsli eða eitthvað, þú veist, einhver veikindi, bad weight cut, eitthvað, það eitthvað sem útskýrir þetta, því þetta var ekki hann þarna. Nei, ég myndi hugsa sko, það að vera meira heldur en bad weight cut, eitthvað veikindi eða eitthvað meiðsli skilju af því að það bara einhvern veginn alltaf. Það bara svona undirliggjandi faktor í öllum börnum, sko. Þú veist, það getur alltaf verið meiðsli eða slæmur niðurskurður eða eitthvað, helvítis kötturinn. En ég veit ekki, já, eitthvað. Við þurfum bara... Eða bara að stíka sig að kýla svo fokkin falla, þú veist, þegar hann hittir einu höggi þá bara reality sets in og þú bara vilt ekki vera á hann lengur. Já, að því sko, Steve Garcia, maður sagði þessa bæl, hann kýlir ógeðslega fast. Þetta er ekki eitthvað giga sem er bara svolítið kjúkt á því, eitthvað punktfæta því svolítið og snerta þig. Það er bara Hann kom til að meiða. Hann komið til að meiða og þú veist, einasta högg. Af því að hann mjög... Það er mean machine, sko. Já, og hann mjög góður að meta, skilur, hvar þú ert opinn. Og hann þetta er ekkert eitthvað svona power. Þetta er svolítið svona þreifing power. Hann setur hlutina mjög vel upp. Já, og bara gera virkilega vel og ég held að þetta var náttúrulega sem ógeðslega illt. Já. En á sama tíma þá voru alveg sparnað við einhverja gæði sem slá fast, sko. En gekkja, ég Steve Garcia, hann var alltaf bara nýbúinn að berjast. Fannst hann ekki bara í október eða eitthvað? Neða, bara í júlí. Júlí, já, ok. Ég er að slá hann saman við einhvern annan. Gaman að þessu. Herru, í svona alvöru umræðu fætt. Valdo Cortes Acosta á móti Ante Delija. Sko, þetta var mjög fyndið. Ok, fyrir það sem ekki búin að horfa á, sko. Það sem gerist er að Ante Delija þjarmar að Carlos Acosta, neglir hann að okkur sýndist með twist, en svo kom í ljós að það var í rauninni iPhone. Þannig að Cortes Acosta, hann svona skellar upp og svona coverar og þá lætur Ante Delija bara höggin vaða yfir hann og dómarinn stígur inn, segir að barndaginn sé búinn. Nei, hann gerir það ekki. Jú. Nei, Mark Smith gerir að veifar aldrei höndunum svona. Hann stöði barndaginn svolítið? Já, mér finnst það, og svo þetta það sem ég fannst svo skrítið og því ég held að þetta sé... Má ég klára að lýsa? Já, þú mátt klára, já. Ok, mér finnst það stöði barndaginn, Biggie er ósamlega á stöði barndaginn, en flestir heldur að barndaginn verið búinn. Og Ante Delija hélt að barndaginn verið búinn. Og hann fagnaði, og ég held að hann hafði þess að hlupið upp á búrið og eitthvað. Kommentatorinn voru bara, þetta er búið og eitthvað, og svo kemur ljós að það var iPoke. En þá heldur allir að barndaginn væri búinn, svo kemur ljós að dómarinn hefur kallað timeout og Carlos Acosta fær 5 mínútur til að jafna sig, kemur tilbaka eftir þetta mjög slæmt iPoke og rótar Ante Delija á svona 8 sekundum eftir að barndaginn byrjar aftur. Áður en hann skríður svo aftur upp að búrinu og er bara my eye! Ok, það er það sem gerist. Já. En sem sagt, allan sko lýsendurnir segja það líka að bara Mark Smith er ekki búinn að veifa þetta off, sko. Nei. En samt, þú veist, hann sellar hann upp og hann er alveg klárlega búinn að tjekka sig út úr þessum barda. Þú veist, hann er ekki fighting back. Mark Smith samt svona býður og svona leyfir honum að þú veist, leyfir Delija að þú veist klára hann. Já. Og á hann stígur inn í, þegar hann hefur bara það, þú veist, þú sérðu að gauðurinn coverar upp og bara, heyrðu, stoppa þetta. Og skoða hvort þetta var iPoke ekki. Og ef þetta var ekki iPoke þá bara, þú veist, bardaginn búinn, þú veist, þú gafst upp. Já. En ef þetta er iPoke þá er þetta bara tíma til að jafna þig. En það held einhvern veginn alltaf þessi bardagi væri búinn út af því hann... Það er stígur inn í? Já, út er líka, hann, þú veist, hann sér það eitthvað, en hann leyfir þessu að líða, leyfir Ante Delija að klára alveg, þú veist, einhver svaka högg og svo stígur hann á milli eins og hann sé bara að leyfa hann að klára hann. Já. Og þess vegna halda allir að bardaginn sé búinn. Já, þegar þú átt bara að halda áfram og dómarinn stoppar hann. Dómarinn kemur og stoppar þig, sko. Já, en hann veifaði aldrei off. Já, en þú veist, hann veifa náttúrulega ekki fyrir nema bara, þú veist, fyrir að signa bardaginn sé búinn, skilur við. En ef þú ert að berja ykkur gæja og dómarinn kemur og stoppar þig, þá er það svona svolítið að sama á að bardaginn sé búinn. Já, en ekki ef það gerist fál. Þú veist, þá er það stoppað. Já, en oftast er fálið, skilur við, svo metaði stöðuna og ef hann getur ekki haldið áfram, gefur dómarinn svona wave til þess að indikata að bardaginn sé off. Það er bara bardaginn búinn. Já, en þú veist, já, en já, hann gerir það vist ekki. En náttúrulega, þú veist, það veit ekki hvað er í gangi. Þetta er oft svo böggandi fyrir okkur sem að elskum UFC. Já. Við höldum að við höfum séð allt og við veitum alveg, þú veist, en það er alltaf eitthvað nýtt að gera. Það veit aldrei neitt hvað á að gera í neinum aðstæðum. Nei. Og þú veist, eins og þetta, það halda allir bara að bardaginn sé búinn, svo kemur bara eitthvað, við erum reyndar á klukkunni eða, þú veist, hann fær 5 mínútur. Og bara, hvað er klukkan á skjánum okkar?
Akkur er klukkan ekki að skjánum okkar, eins og, þú veist, þegar það er uppátt Já. og menn fá, eða pungsparka, whatever, menn fá að jafna sig, klukkan setti stað í sjónvarpinu mínu, fattar þau? Það var aldrei neðin klukka, sett upp á skjáin. Nei. Þannig að þú veist, við sem áhörðu, við bara einhvern veginn, við vissum ekki neitt, sko. Nei, við varum ekki, já. Og svo bara byrja að barða, en hann bara counterar hann og fucking rótar hann. Ég var einmitt, sko, þú veist, ég var með pening á Undead Elisa by KO, sko. Já. Þannig að ég var bara svona, vann ég? Og svo bara eitthvað, nei, En svo var ég bara eitthvað, barðan var að byrja aftur og þá var ég að hugsa, sko, að ég með bara Undead Elisa by KO, mér langaði ekki lengur, hann myndi róta hann. Og það hann var, þú veist, búinn að fá æpók og skerta sjón og ætlaði samt að halda áfram og ég var bara hræddur hvort þessu kosta. Hann var að gera mistök með að halda barðanum áfram og það var greinið að bögga hann. Já. Þannig að ég var eitthvað, ég vil ekki lengur að hann mótist, fattar þau? Nei. Þannig að ég var alveg komin í hnút með þetta einhvern veginn heim í stofu, sko. Já. Og svo var ég eiginlega bara svo fagnaði ykkur með honum þegar hann rótaði hana, því mér fannst þetta bara svo geggja moment. Þú gæði bara Potter fucking með championin nýbúinn að hætta á þetta æbóki í bardaga bara fyrir 2 vikum. Einmitt. Og og hann kemur bara með þetta statement, bara hann þurfi ekki fucking, þú veist, þurfi ekki sjá, þú veist, hann bara klára rótaðan og... Það var grjóthart, sko. Já. Og þú veist, núna getur hann kalla Aspinall út svo feitt, fattar þau? Já, 100%. Sko, ég styð ekki að menn haldi áfram eftir svona æbók. En þetta var klikka. Já. Ég var enda með pening á krótunum, sko. Til að og þegar hann klárar hann þá er ég bara svo góð tippar núni. Svo bara, wait a minute. Og hann er bara, ég þarf ekki að vera lappar að gæðin sem ég tippa og bara, BOOM, ratar hann og maður bara, þú veist bara, fair play. Menn voru líka þannig að posta eins og eitt bettar sem ég fylgdi með sem að kallar sig Lucrative James, fylgst með honum hann var með bara að posta bara We just cashed in on Elisa 10 weeks in a row Svo posta hann öðru vídeo bara Herru, það var bara smá plot twist hérna Herru, en talandi plot twist þessi þáttur er sjálfsögðu búið míningarsins heima þetta í bardaði þetta ef það er stór viðburður framöndan þá veist það hann er sýndur í míningarnum Það verður vantanlega næstu Glacial Fight Night og Cage Steel. Nóvember desember ásamt bardaganum hans Kolla og mögulega Battle Arena hjá strákunum í Mjölni. Þannig að fyrir sem er spennt með þar. Langar að byrja að æfa bardaíþróttir, þá er Reykjavík MMA svarið. Ný grunnnámskeið hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rfkmma.is. Taktu skrifið og byrjaðu að æfa á Viðarhöfða 2. Gaman að þessu. Ekki slæmt að fara að byrja námskeið á Aronlegu. Nei. Það er, ég get nú sagt það er nú ekki leiðilegt. Ég hef tekið byrjandanámskeið hjá honum, það var mjög gaman. Tókstu þú byrjandanámskeið hjá Aronlegu? Já, ég gerði það mánuð eftir þér. Já, af hverju fórum við ekki saman? Ég veit það ekki, þú varst ekki að drífa þig. Já, time waits for no. Svo mætti ég mánuði setjum þú bara, já, þú ætlar bara að infiltrata gymmið mitt. Þú varst svo mikið eitthvað svona fastur milli tveggja heima og svona eins og vissi ekki svona er ég VFBC? Er ég Reykjavík MMA? Og ég bara drullaði í Mjölni maður, við þurfum að vera meitt maður í Mjölni. Ég er svo mikið svona VFBC-gæ. Mig langar svolítið að vera bara allstar. Já. Hvernig var það? Ég veit að þið langar. Menn ekki bara allir að gefa mér frí áskrift á gymminu sin? Já. Ég ekki bara svolítið svona... Dottið inn og... Tekið mánudaginn hérna, þriðjudaginn hérna. Já, það verður klikkað. Það er draumur. Já, við... Einhver að hlusta. Ef einhver að hlusta, ef einhver gym eigandi að núti. Já, það væri draumur. En svo á sama tíma, þú veist, er það góð leið til að æfa? Nei, alveg ekki. Nei, það má alltaf einhver svona milli... Við erum svo hlutræðir, þú veist, við reynum að vera hlutlausir. En svo bara eitthvað, þú veist, þú mátt ekki skrifa grein Reykjavík MMA og bara trillast allir í Mjölni og eitthvað. Og ef ég eitthvað svona fagna einhverjum vini mínum sem er komið til hringum og bara, já, ég helstum á honum það. Já, þú mátt ekki vera unprofessional. Nei, ég veit það. En þú ert oft mjög unprofessional. Já, það veist, menn verða bara að fá að skilja að auðvitað held ég smá meira með VFBC. Það er alveg eins og, þú veist, á glímumótum, þá heldur þú meira með liðsfélögum þínum í Reykjavík MMA á móti Mjölni. Ég skal viðurkenna, nei, ég ætla ekki að segja að ég haldi með, en ég fylgist betur með glímum frá strákum í Reykjavík MMA. Af því ég æfi með þeim og eins og maður segir, mann sem þykir vænt um það og maður vill að sjá það á vaxa og dafna og svona. Þannig að, já. Menn verða bara að skilja það. Ég held að skilja það þig. Já. Menn og konur. Og hvað? Má ekki gleyma þeim.
Ég var svo lost daginn þegar þarna kvennaverkfalli var og svona konur og kvár leggja niður störf og ég bara, og kvár? Ha? Hvað tilkallega það í þetta kvennaverkfall? Ég veit ekki, ég veit valla hvað það er, sko. Þetta er orðið bara eitthvað svona, Þetta er bara, jú, en af hverju fara þeir þá ekki í karlaverkfalli? Nei, að því við eigum ekkert svoleiðis, já, ég veit það núna. Þegar bara, ég er kvár, ég fæ alla frídaga á báðum kynjum, það er just lifehacks. Bóndagurinn og bóndadagurinn og... Já, svo kemur hann að gleðagangan og það er svona gangan mín, svo kemur kvennaverkfallið og bara, nú legg ég niður störf. Og krefst þess að fá, þú veist, bjór og pulsu á bóndadaginn og ég held að þeirra bara fundið svona cheat á lífið. Já, gaman að þessu, nú músi mín á með batterið tjóðið. Herri, mistum við bara alla vjúurinn okkar, sko. Það var engi gæðan að frétta, sko. Við verðum svo mikið tilkynntir þetta daginn, sko. Já, við erum alltaf bara, þú veist, þessu podcasti verður cancelað, ég er að segja það, sko. Það er margt í þessu lífi sem ég skil ekki og kvár er eitt af þeim. Kvár er að gerast, skil. Það er ef að Björn eitthvað meira hvort þess að kosta, á hann að fara bara í Aspina? Já, þú veist, það er bara, þú veist, þetta er of perfect. iPoke heldur áfram, vinnur og róttæki. Já. Þú veist, bara, þetta er einhvern veginn of perfect, sko. Já, en sko, talandi samt, sko, accidental iPokes. Það var mikið talað það, sko, eftir síðasta fight, sko, eftir síðasta iPoke fight, að hvað heitir eftir hann Pokémon, Siligan? Já, Siligan. Hann tók gott pók á Aspinall og það var svona alltaf með við svona aðra íþróttir, skilur. Það er ekkert accidental foul. Foul er bara foul. Alveg saman hvort þú gerir það viljandi eða ekki, skilur. Það er ekkert eitthvað tækling í fótbolta. Nei, hann var að reyna að fara í bolta. Já, nákvæmlega, hann var að reyna að fara í bolta en fór óvart í þig. Það bara skiptir ekki máli, það er saman bara guldspjald, skilur. Saman hversum, þú veist, bara foul er bara foul. Já, ég veit það. Þannig að, þú veist, hættu þessu accidental foul bulli. En í þessu bara þá er til að segja, í rauninni að extenda hendurinn sína, puttarnir eru svolítið úti, sko, en hvort þess að kosta, slær hendinni til hliðar og það kemur svona auka við, eða svona, þá breytir það stefnu á hendurinn hans og fer þannig í augaðan. Sem mér finnst því það er mjög mikið accidental foul. Þú veist, svona við tveir í sammenningu potuðum í augaðan svolítið, skilju. Þú veist, hann hefði ekki potað í augaðanum nema ef að Carlos Acosta, þú veist, sló hendina hans þannig til hliðar. Þannig að, er það málið, skilja, á maður að sleppa þessu accidental foul dóti eða segja accidental foul er þegar báðir aðilar, þú veist, búa svolítið til iPoke. Ég er að kýla þig, þú slærð og breytir stefni handarinnar af augunni. Það að segja, ef þú hefði ekki átt viðkomu, þá hefði ég, þú veist, kilt í nefið eða... Þeir eru að fara að halda einhvern fund á morgun, sko. Þeir hverjir? Bara Herb Dean var spurður eitthvað út í þetta og hann sagði að það væri fundur núna, 4. nóvember, á morgun. Sem þetta er tekið upp. Og já, bara þú veist, þjálfarar og umsjónar aðilar einhverjir innan UFC er að fara að taka á þessum málum. Já, ok, ég er mjög spenntur að sjá hvað kemur út úr því. Já, og var okkur búið á hana fund? Nei, skandal. Skandal? Tjú? Það þarf að fara að bjóða okkur meira á fundi. En, já, ok, það er eitthvað svona eftir þetta og sjáum svona meira hvað kemur út úr þessu. Já. Af því að það var við postuðum hann eftir Aspinall og postuðum á Facebook og Halli Nelson postaði öllum myndum af iPoke Gunna undir, sem var mjög skemmtilegt. Það var þráðið sem ég glemdi að halda að kommenta á, þannig að hann var mjög lifandi. Já, einmitt. Þannig það er einmitt, það var ekkert gert í því, en skemmdi klárlega bardagann og svona trajektorinn hans Gunna á þeim tíma. Þetta með algjör bömmir hann í Abu Dhabi með Tom Aspinall og hvað þetta er ósanngjarnt þegar menn eru bara að deyja í auganu, taka 5 mínútur, engin refsing á afbrotamanninn
ef það er rétt til orða tekið, Já. sem svo bara eitthvað í hóttin, bara chilla, það bara 5 mínútur pásu og hinn bara 5 mínútur að jafna sig. Þess að bara, þú græðir svo mikið á því að pota í augun á okkur og bara engar refsingar. Þannig að þú veist, hvort það sé eitthvað svona pörs, hvort það ég taka eitthvað af pörsunni hjá mönnum eða fá bara alltaf mínustig, af því svo er líka menn að segja, skilju, eins og hérna Jim Miller, minnum mig, þetta eru bara örfáir gæjar sem eru alltaf að þessu. Jim Miller hefur aldrei potað auga á manni, en það sem er 7 klukkutíma í oktagonum. Hvernig getur maður sem er með 7 klukkutíma í oktagoninu ekki potað í augað á nefnum? Þannig að svo ertu með bara Cyril Gane og eitthvað svona gæja sem eru bara, þú veist, með kannski klukkutíma eða eitthvað og 5 augnpot. John Jones var líka bara þekktur við þetta. Þegar hann kom sér einhver vandræði og bara stakk hann hendina út og potaði menn í augað, sko. Já, það er svolítið grimt, sko. Ég bað hérna hann Villavin okkar að senda mér hljóðskilabóð. Ég ætla að tjekka hvort þessi komin. Þau eru ekki komin, hann tekist oft þeirra aðeins svo töff fyrir mig. Hann var með bronsmedalíu. Hann var með brons. Á Evrópumeistaramótinu. Já, hann segir glannan, er þú með bronsmedalíu á Evrópumeistaramótinu? Ég myndi segja nei. Ég glímdi samt við Stefán Fannar og lifði af í 3 mínútur. Það er ekki svona eitthvað jafnt eða? En kannski ekki. Það er gaman að þessu. Gaman að þessu. Það er eitt leiðilegasti bardaði kvöldsins, Jeremiah Wells, sem mútið Themba Greenbow. Já, það fannst það svona leiður, það var bara þú tapaði peninga á þessu. Nei, það var bara mjög leiðilegur bardaði. Það er alveg gaman að sjá Themba Greenbow eitthvað svona rúla í hringi og eitthvað og skemmtileg í gangi. En menn voru svolítið bara halda. Fannst það ekki? Það var svolítið mikið bara svona glíma og halda. Já, þú veist, það var erfitt að búa til eitthvað spennandi svona highlight reel úr sem barda. Já. Og þú veist, það voru nokkur flott spörk og þú veist, þessi 5 solid högg sem komu í þessum bardaga voru svona það highlight sem kom hitt var bara svolítið svona pot og pick, sko. En ég var svona ekkert ósamlega að það er niðurstöðu, sko. Jeremiah Wells bara, Themba Greenbow tók fyrstu lótu, Jeremiah Wells tók hina 2. Just fucking formið á þessum gæja. Gæin er sko 39 ára gamall, eða verða 39 ára. Ég meina, hann er á dælunni eða ekki? Eða er ekki allir á því það? Ég veit bara hvað sem okkur var. Ég það ekki vera. Þessi gæi geti sko... Yngling, sko. Já, þetta geti náttúrulega verið yngling sko. En ég meina, hefur þið séð svona squirrel suits sem menn eru svona að hoppa út og svona út af flugvél? Já, svo fljúga svona. Bakið á Jeremiah Wells er svona. Ég held að hann gæti alveg svona hoppa út úr flugvél og bara svona fara niður með einhvern fjöllum og eitthvað. En af hverju hafði þú svona rosalega mikið trú á Themba Greenbow? Hann er bara ágætur fighter og Jeremiah Wells er bara 38 ára gamall welterweight sem var búinn að tapa 2 í röð, þannig ég bara mér leið svona eins og það væri bara svona málið, skilju. En ég meina, þú veist ok, þetta var solid sigur en það var ekkert eitthvað svona Jeremiah Wells var klárlega að það er þak á þessum manni, sko. Já, klárlega. Þannig að ég hélt bara svolítið að Themba Greenbow væri þakið. Er ekki Themba Greenbow gæinn sem að The Rock keypti hús fyrir? Jú. Þannig að já, ég bara einhvern veginn hélt að ungur Themba Greenbow væri Já, sko, það væri svo gaman ef Themba Greenbow væri aðeins betri og gæti orðið bara superstar. Já. Út af hann með þessa sögu. Maður vill einhvern veginn að hann, þú veist, pælti hvað er geggjað að hann er bara champion með þessa sögu. Já. Þannig maður heldur með honum, maður vill að gangi vel hjá hann. En núna er hann bara búinn að tapa 2 barðum í röð. Já. Það lítur ekkert alltaf vel út, eftir að byrja ákveðlega. Nei, það er klárlega að taka honum líka. En nei, mér finnst hann ekkert, þú veist, jú, hann er alveg góður svona að hugsa. Þú veist, hann finnur lausnir í þessi. Já. En ekkert merkilegur þannig, sko. Nei. Ekki þannig, sko. En svo, þú veist, ég held að, þú veist, ég glímdi við aðra býring á hann. Mér finnst hann verður betri í þessari heldur en Themba Greenbow eftir 5 ára, skilju. Þú veist, Ari er með svona geggjaðan eiginleika eða hann er svo góðan skilning á jiu-jitsu, skilju. Hann bara svona, þú kennir hann kannski triangle og þá fattar hann bara triangle úr öllum áttum, skilju, úr öllum stöðum. Hann er ógeðslega góður bara svona, hann fattar bara lausnina, finnur alltaf söpinn. Sem það gerir hann mjög, mjög spennandi bardaði, gefið hvað hann er ungur og hvernig það verður í framtíðinni. En Themba Greenbow,
Ari Bygging verður betri fighter heldur en Henry Kníbó þegar Ari verður 32. Já. Þú veist, 34. 34, já. Þannig að Ari verður bara hans fljótar en hann að verða jafn. Já. Þetta maður spenntur fyrir Ara á móti Anthony maður. Það, veistu, hvaða MMA klám það? Þú veist, bara hvað að gerast? Ég ætla að nappa viðtalið Bjarka í dag. Svo hann tvíbóku sig og ákvaði að hinn fundurum væri merkilegri en ég. Já, ok. Já. Sýnir hvernig maður kallar vini sína, sko. En við þurfum að nappa viðtölum við alla og bústað. Ég var vantar ekkert sögumbústað helgina og var svona spáði að taka bara öll viðtöl sem ég þurfti. Fara sem bara í ykkur vinnubúðir hérna. Já, ok. Mér líst vel á. Já, annarkvæmt í sögumbústað eða til Norður Kóreu í vinnubúðir þar. Já. Mér er alltaf drengt að fara í svona ömulegar vinnubúðir, svona í einhverjum Gulag eða Norður Kóreu. Þú veist, ef það væri svona, ef ég geti borgað eitthvað svona gjald, eitthvað svona mat og gistingu í Gulagi eða Norður Kóreu eða eitthvað, og svo fá svona authentic North Korean experience. Þannig Þetta er bara, þú veist, þetta er svona svipað á David Goggins, þú veist, gera eitthvað sem þeim finnst alveg ömurlegt, þú veist. Já, mér finnst þetta bara svo gaman. Já, það. Já. Veist, já, þetta er svona nonna-stæl, þú ætla að við ferðast með mér, sko, þú veist hvernig hótel ég bókað og svona. Já, mitt. Ég vil helst svona heyra í ykkur rottu, svona reyna að brjótast inn á hótelið á nóttunni og svona. Þú verður að það list by price lowest first. Já, 100%. Sérstaklega ef við erum að fara svona ykkur á staðinn, sko. Það er svona... Dópistar í Doncaster. Já, bara, hvað er bókaður byggja? Dópistar í Doncaster, byggja þangað, svo finn ég eitthvað svona næs fyrir mig. Herri, ég var að ræða það að við erum alltaf að taka þess að heldur lest frá milli London og Doncaster. Já. Það var bara 10 manns stungnir bara núna fyrir nokkrum dögum í lestin okkar. Við erum alltaf bara eitthvað solo traveling Doncaster og London. Já. Þú veist, hversu ofta hefur tekið þess að heldur lest? Það var bara 10 manns sem var bara stungir þarna. Já. 2 gaurar kom bara stungur 10 manns. Já. Hvað var maður að gera þegar einhver gæi bara að labba um á stingafólk? Og þú bara í lest? Sko, hvað gengur með til, sko? Að labba um á stingafólk, sko? Það var bara hryðverk. Já, það var bara hryðverk. En hvað maður að gera? Er það spark eða eitthvað roundhouse kick eða gílotínu hann eða? Ég skil ekki. Fight the hands. Fight the hands. You got a knife. Já, það er góð spurning maður. Þú veist, stundum sagt svona eitthvað eina leiðin til að stoppa vondan mann með byssu er góður gæi með byssu. Og maður er svona, nei, þegið maður. En á svona tímum, þar sem eitthvað gæi bara labbandi um ykkur lest að stinga fólk, þá maður bara, er ekki ykkur inni með byssu? Getur ekki ykkur bara svona... Það er vist ekki heimurinn sem við viljum lifi. Sættum okkur við hitt. Herru, þá er bardaði í bardaðar sem að setti allt eiginlega á hliðina. Hvað eru að tala núna? Ég vil tala Yadir Del Valle á móti Isaac Dulgari. Þegar ég hugsaði fyrst bara, just monster er Yadir Del Valle. Hann er samt ógeðslega góð. Já, hann er alltaf bara eitthvað prospekt. Já, Isaac Dulgari er líka prospekt, eða var búinn prospekt. Var köttan úr UFC. Já, sem segir mikið. Það segir mikið. Það segir mikið hversu mikið svindl var í gangi á þessu kvöldi, hversu mikið veðmálasvindl. Var kötta Isaac Dulgari úr UFC eftir 2 bardaga, sem er eiginlega hryggilegt, þannig að hann var rosalegt prospekt. En ég man bara á móti Kristján Rodríguez sem stuðin á hann var bara 1,15 eða eitthvað. Og bara, hann er rosalegu glímaður, gasað út þar, en ég hugsaði með mér hann, þetta er momentið fyrir hann til að, þú veist, hefja UFC-fyrirlinu svona frá. En það er spurning, hvort að hann hafi bara fengið $1 milljón, tippað gegn sjálfum sér, fengið þann pening bara tilbaka og þarf þá ekkert að berjast með hann. Já. Þú veist, getur hann svo bara farið og ef hann veit vera fætir, bara í PFL eða að hann hafi skulda pening eða að því að þessi... Já, mér finnst það einhvern veginn svona, þú veist, var ekki bara einhver bara búinn að kidnappa kærastuna eða eitthvað, eða þú veist fattur þau, hvað fær menn til að gera það? Já, ég meina, þú veist, ef við komum að kidnappa kærastuna þá hættur þú að vera með henni og heldur áfram með UFC-fætir.
Það hugsa ekki það. Nei, hvað? Ef ég myndi kidnappa kæristan þinni og bara You take a dive, Biggie. Hvað? Ertu ekki bara baby, þetta er bara, þú veist, þetta er bara ekki að virka. Ég er bara hér að reyna að lifa lífinu og það er bara búið að ræna þér. Bitches come and go. Já, nákvæmlega. Ég trúi því. Já, en já, ég sá svona eftir á, þá var ég að sjá klippur, þú veist, að bardaginn er að byrja og líka þegar hann stendur upp. Já. Þú veist bara svona, þú veist, mér finnst ég sjá það í augunum á honum að hann var þarna ekki kominn til að berjast, heldur bara kominn til að svindla. Sástu það í augunum á honum að hann var ekki kominn til að berjast, heldur kominn til að svindla? Bæði, þú veist, rétt áður en bardaginn byrjar. Já. Hann er bara að bíða eftir að dómarinn segi go og líka þegar hann stendur upp og svona hristar hann hausinn og eitthvað svona, þú veist, eitthvað. Ég er bara svona, já, það er eitthvað something fishy þarna. Já, ert þú með svona, getur þú gert svona svip, svona fiskalegan svona, ég er kominn til að svindla svip? Sérðu þetta við Eyes Don't Lie, sko. Nei, Sérðu þetta og á hvaða liti? horfir inn í sálina þeim. Nei, bara einhvern veginn, þú veist, hann var ekki svona turned on eins og hann ætti að vera fyrir bardaga, þú veist. Hann var bara einhvern veginn, þú veist, eitthvað svona slagur fyrst, svo stendur hann upp og hann bara eitthvað svona hristir hausinn og labbar út eitthvað. Þú veist, það er eitthvað þarna, það er eitthvað skrítið. Já. Og hann er svona, þú veist, þegar hann er að fæta þetta, hann er kominn í þetta rear naked choke einhvern veginn. Ég var bara svona að horfa á þetta aftur og maður er svona, nei, ég er ekki komið það. Nei. Ég hugsaði með mig fyrst, sko, að ég ætti valið væri með mjög þétt tak á honum, sko, sem þetta var alveg. Og hann var alveg að gera góða hluti í intinu. En kommentatornir, náttúrulega bara eins og hvað heitir hann? Þetta er Brandon Fitzgerald. Já. Og svo var það DC og Michael Chiesa líka. Þeir voru bara að hrauna yfir hann fyrir að vera bara með engar varnir uppi. Sem er alveg satt, sko. Þannig að maður svona, já, ég kaupi þetta alveg. En það verður gaman að sjá hvað kemur út úr þessu, því að þú veist. En þetta sko, þú veist, núna, þú veist, það þarf að vera eitthvað traust, sko. Þú veist, við erum að veðja á þetta. Núna bara alls konar fyrirtæki, þú veist, það voru einhver fyrirtæki sem bara endurgreiddu öll bett sem voru gefað á hann fær. Ég fekk ekkert endurgreitt. En samt svona, þú veist, fattur það, þú veist, bara fyrir fyrirtæki eins og til og með Skúlberg, sem hafa ekkert með þetta að gera. Núna erum við allt í einu ekki farin að treysta því að veðja, þú veist, þetta kemur niður á öllum veðmálafyrirtækjum. Þú veist, og öllum sem stunda veðmál. Já, og þetta kemur náttúrulega líka, náttúrulega UFC gerir rétt með að droppa hann bara. Af því að, þú veist, UFC er með alls konar sponsora við veðmálafyrirtæki og þeir geta ekki verið séðir sem, þú veist, ótraustvæðin stofnum, skilur. Að það sé bara eins og einhver indverskur fótbolti, skilur. Og menn séu bara eitthvað að taka dýfur. Þú veist, þeir geta það ekkert. Það er bara eyðileggur þeirra vörumerki. En, þú veist, ástæðan fyrir því líka þegar, þú veist, núna er KFC og toppfótbolti alltaf semja við Genius Sports upp á markað, þú veist, upp á milljarði gagnaöflun á íslensku fótbolta. Og það er bara því að KFC er svo, þú veist, svona, hvað maður segja, heiðarleg stofnun. Það er lítið matchfixing á Íslandi sem gerir markaðinn góðan. Þannig að þú veist, ef þú ert alltaf komið með matchfixing inn í UFC, það eyðileggur það fullt af samningum og bara og trúverðugleika. Þannig að þú veist, þetta er náttúrulega svaka dæmi. Og svo finn ég eiginlega til með Devalle, sko, að vinna hana bara það, telja sig, hafði bara æfa mikið fyrir þetta, vissi bara myndi skjóta og vissi hann alltaf að stöffa þetta og hvað myndi gera í glímunni og eitthvað. Svo var þetta bara, já, þessi gæti út dýfu. Þú veist, núna bara trúir enginn að þú hafir í alveg unni. Bara skýtt í þig, Ísak Dulgari. Ég varst líka þú veist, hann var komin í einhvern sjókið og fór hann svo kýla aftur fyrir sig. Já. Þú veist, hvað er þetta að gera? Já. Hvað er þetta? Þú veist, þú ert ekki UFC fighter komin alla þessa leið til að fara að kýla aftur fyrir þig. Nei. Þú veist alveg að tegja þig í hendina og þú veist alveg hvað þú gera. Og þetta er ekki það sem þú gera. Bara, þetta er það sem að aðmyndir svo gera. Þú veist. Þú veist, þetta er bara það sem að byrjendur gera. Já. Þetta er eitthvað sem þú mútið ekki gera. Já, en meira svo ég veit að þetta er ekki eitthvað sem ég var að gera. Nei, ok, ég ætla að reyna að skjóta á þig þannig. En þú veist ekki hert. En ég er samt alveg spenntur. Þetta sprengdi líka parleginn mitt maður. Ég var búinn að hitta 4 af 8 af stóru parleginu mínu þegar þetta gerist, sko. Já. Þú veist. En svo Lampi Belisa hefði fólkaði. Já. Helvítis. Svo vorum við Charles Radke á móti Daniel Frunza. Sem er eitthvað óheppilegasta nafn.
sem að hefur komið frá Rúmeníu Já. er okkar elsku Daniel Frunza. Sérstaklega þetta vörina sem var bara svo illa busted up. Já, Það nákvæmlega. er ekki fyndið, sko. Þetta er eins og ég myndi bara heita Nonni Herpes. Æ, greið Frunza okkar. Herri, Charles Radke, maður, ég haf með Radke bara KO. Hann er bara flotinn að gæja, ég er bara, mér fannst það svo örugt eitthvað með. Svo bara Radke bara að teita hann glíma, og ég bara, nei, gauður, róta hann. Ég held að hann hefði bara róta hann að staða með honum, sko, þetta er miklu betri. En, ég veit ekki, Charles Radke er náttúrulega líka bara góður í glímu, maður má ekki gleyma því að, hann er alveg, þetta var ekki fyrsta submissionið það, sko. Nei, hann er líka fucking unit. Já, hann er góður. Er bara skrokkurinn á þessu gaur. Ég þekki hann ekkert mikið, þetta er ekki gæði sem ég hef eitthvað 1 tíma til að skoða, sko. En maður sá þannig bara í glímunni og í jitsinu, þessi gæði er bara mjög þéttur. Já, Bara, ég er búinn að vera mjög hrifinn af hann. já, ég eiginlega líka, sko. Af því hann tók alveg, hann skólaði bara. Hann tók bara Frunzuna og skólaði hann. Já. Þannig ég, hlakka til að sjá hann í, næsta fight, er hann ekki með ágætis UFC rekord? 4 sigrar, 2 töp og töpinn er sko Mike Mallock og Carlos Prates. Þess að hann er bara að taka erfiða fight, sko. Já, þetta er gæi sem að bara, hvað er hann gamall? Hann er 35 ára, svolítið svona, pínu gamall. Maður er líklega aldrei champ, sko. Nei, örugglega ekki. En hann er fucking, þetta er alveg fighter, sko. Já, hann er, í hvaða þyngd var þetta? Þetta er light þetta ekki? Nei, þetta er welterweight. Já, hann virkar alveg stóð. Þetta er alveg gæði sem að er alveg kötta alveg svolítið mikið niður í welterweight, sko. Af því að ég var að hugsa middleweight. Með að við, hvað hann var þrekinn. En, fucking unit, sko. Ég var mjög spenntur að sjá Charles Radke aftur. Já. En alveg til að kveðja Frunzuna. Já, hann er nú búinn að tapa. Bara búinn að keppa 2 í UFC, tapa hann báðum. Var, hvað í LFA og eitthvað, var einhverju fínur rönni, sko, á hann kom. Já. En ég hugsa hann fá 1 sinns viðbót og ef hann tapar 3, þá var það eins, sko. Já, það kemur ekkert inn í UFC og tapa 3 í röð og fara eitthvað, ég held að sé ekki það desperate í að fá ekkert rúmina, sko. Þeir eru líka með þarna til að halda svona tengingu við Evrópuþjóðirnar, Alice Ardelian. Já, konan hann í fyrsta barndagann. Já, með þeim fyrir. Já, ekki fyrsta barndagann. Þriðja barndagann. Nei, já, einmitt. Þannig að kom hann eftir KO, Suður Kórugagæinn. Já. En Þú glímur hann með maður. Já, þessi gæi, hann er fucking sexy. En já, það er með hana, hún er léleg en þau voru eitthvað að gefa aðeins að gefa henni smá build-up á það, en gaman að þessu. Allan Nascimento á móti Cody Durden. Cody Durden leit svo vel út alveg þangað til að hann fekk hennan olnboga sem Já, og var læstur inn í Darcy Anaconda, mér finnst það að vera Anaconda joke. Já, Anaconda, já. Og bara, ég nývarður bara, að því að hann var svo mikill underdog. Já, og ég byrjaði að hann tók þetta með viku fyrirvara líka. Já. Nascimento átti að mæta Rafael Esteban. Já. Og það datt út og Cody Durden bara gangsta. Hann bara mætti þetta með viku nótis. Já. Og bara leit fucking vel út, ég er ógeðslega mikið fan af Cody Durden, sko, fíla hann alveg geða mikið. Já. Og mér fannst alveg glórulaust að það var eitthvað 3,15 eða eitthvað minnum mig sem ég fekk fyrir hann, sko. Ég hendi bara í gott bett á hann, sko, og það er miklu trú á hann. Já. En hann fann bara, ég veit ekki, miklu betri strækjar heldur en Nascimento, hann bara varð aðeins of ákafur. Já. Og svona, gleymdi sér aðeins í vörninni og átti bara það eina högg breytt öllu. Já, og svo bara þetta gekk svo vel þannig að þetta var bara allt í einu ekki gangur. Ég fann svolítið til með honum á því sviði, sko. En Cody Durden er skemmtileg þarna, ég er fylgjandi með það. Já, ég þarf alveg að sammála. Ég ætla rétt að tjekka hvort streamið sé með allt gott í gangi. Ég á til að gleyma því. En en sko, hver er þessi Nascimento? Það er einn Nascimento í heavyweight, eru þeir eitthvað skiptið? Já, nei, held ekki sama lit, sko. Ekki sami lit? Annar er bara svartur, hún er hvítur, þannig að ég efast þetta séu Nascimento bræðurnir.
En já, Nei, kannski svona Nascimento frændurnir eða eitthvað. hann þetta eitthvað svo jiu-jitsu gæi, sko. Já. Og hann, kemur frá Tube Box, sama og Oliveira. Já. Og já, bara einhver submission specialisti, sko. Já. Hann greinilega með einhverja olbúa þarna og streikingi eitthvað að koma til hjá honum. Já. En ég kannski þekkti hann ekki alltaf vel fyrir þetta, en svona minn skilningur var að hann væri svolítið one-dimensional. Og mér fannst einmitt svona Cody Durden var alveg bara svolítið bara svona jab overhand, var hann á honum með einhver svona sem bara svona góðu boxari átt að láta lenda á sig, sko. En þú veist, jú, greinilega betri striker en ég held að því að, þú veist, hann bara smett hlitina með þessum geggja olbúa. Og náttúrulega við vitum að hann með stórhættulegt ground game, þannig að, þú veist, ef hann heldur áfram að bæta strengni í sitt og geta verið alveg contender í flyweight, sko. Já, ég, alveg sammála, sko, en meina þessi jitsarar, skilur, þeir koma svo ótrúlega langt oft á bara góðu jitsi, sko. Gaman að þessu. Herru, við náttúrulega minnum á að þátturinn sjálfsögðu líka í boði Yngling, fæðubótavörur, Shilajit, náttúrulega sterabústar og sveppablöndur. Vara mánaðarins líklega kraftur. Það er rétt hjá mig ekki. Alveg örugglega ekki. Það er litla greddublandan. Það er litla greddublandan. Ég er búinn að taka þetta spólgraður. Já, ég hef fundið fyrir því, sko. Já, það er svona orka í kringum þig. Já, einmitt. Ertu búinn að taka þetta líka? Gredduna? Já, greddublönduna. Já, og svo erfitt með að viðurkenna það, sko. En, jú, ég... Tvöföldum rólegur dagskap. Já, svo ekki koma svona vindur hérna og klófaði mér og það er bara, wow. Já, þú er búinn að duglega að deyta. Það er allt komið til með þessu. Já, jú. Litla greddublandur og Tinder. Já. Það klikkar ekki. Einmitt. Svo var það sjálfsögðu M-Fitness. Íþróttavörur, lóð og jógavörur á Stórhöfða 15 og Tryggvabraut Akureyri. Það er komið með nýja vörur, þeir fengum með þessu eitthvað svona thirst season, komið alls konar pelsar og tótt. Nú? Já. Þú í þannig? Já, ég er að segja, ég elska góðan pimp ass pels. Þannig að ég pínu hissa, sko, því að M-Fitness er náttúrulega aðalega íþróttaföt. Þannig að erum við að tala um eitthvað svona pels rascard eða hvað er að gera svona? En ég var að fíla það. Já. En svo síðast en ekki síst, prepparinn Magnús Bar, auðvitað leiðin til að borða holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni í Vestmannsvegi. Ég myndi segja að vera í ítalska skálinn sem að svíkur engan. Svíkur engan, Biggi minn. Og ég sé það bara, ég sé þetta flóttalega augnar á þér. Þú ert ekki ennþá búinn að smaka. You gotta smash that. Ég get ekki hugsað mikið um mat, ég er að fasta, ég er ekki búinn að borða í sólarhring. Af hverju fastar þú svona oft? Sko, ef ég vissi dögin, eins og núna á Halloween. Og ég fór trick or treating. Svo var ég að borða eitthvað nammi og ef ég borða eitthvað svona, þú veist, of mikið af einhverju nammi eða of mikið af pítsur með eitthvað, þá finnst mér gott að taka bara, þú veist, daginn eftir það bara borða ekki neitt. Bara aðeins leyfa kerfinu bara að hreinsa sig og svona resetta smá. Þannig að ég, svona, 2 dagar í röð sem ég borða ógeðslega mikið nammi. Og núna er ég bara ætla að taka 2 dagar í röð þannig að ég borða ekki neitt. Já. Ekki. Mér finnst þú leiðinlegt að fasta. Það er það. Þetta er líka, þú ert svolítið að testa þig. Ég er allan tíman að hugsa ég kannski bara fá mér eina. Ég kannski bara fá mér eitthvað. Ég kannski bara stoppa á prepparinn og þeirra hinn eða eitthvað. Já, hvernig væri það? Já. En þetta er svolítið svona að testa hausinn. Já. Mér finnst skemmtilega, sko, þegar ég er að testa mig að gera eitthvað svona challenge, svona eins og, þú veist, armbeigju og burpees challenge eða eitthvað, skilju, það sem þú gerir, þú veist, eina á dag, en gerir svo alltaf einn meira, skilju, út mánuð, þannig að endar á, skilju, 30-30. Já, það er bara, þú veist, það er ekki erfitt, það er bara discipline, sko. Þannig að, þú veist, það er ekki bara skemmtilega heldur en að fasta. Það er bara gott fyrir líkamann að gera það fasta. Já, ég hugsa alltaf að gera það einu svona ári, sko. Ég talaði um það í biblíunni, sko. Biblían svíkur engan? Nei. Ertu trúaður maður, Biggi? Já. Þú trúir á Guð? Ég trúi á Guð. Þú trúir á Guð? Ég trúi á Guð, já. Já, ok. You're a believer? Já. Já, ok. I just wanna thank my Lord and Savior Jesus Christ. Já. Ég elska það að fæta að segja þetta. Já. Ég er bara, já, hann er í mínu liði, ég held með þessum. Ég veist ekki að þú verður trúaður. Já, ég er það, sko. Ég er búinn að finna Jésu Krist. Já, ok, en gaman. Það kemur mér á óvart. Ég er svo syndur. Já, þú þekkjandi þig
ég myndi sko skipa þau svona 20 Maríubænir bara á dag. Ég bara, En er það ekki akkurat svona fólk eins og ég sem að finnur Guð er það ekki? jú, og svona biður Guð alltaf að fyrirgefa sér. Já. Já. Af því að, þú veist, þið vita að svona þið fá fyrirgefningu og bara, ég var ógeðslegur helgina, ég gerði bíp og bíp og bíp bíp og bara, Guð, góði Guð, þú verður að fyrirgefa mér. Yep. Já. Svo þegar þú deyrir, þú fer til himna og bara, you sick motherfucker. Já, það er gaman. Ég talandi trú, þá lærði ég svona að metatrúa þegar Aron Kef er náttúrulega rosalega trúaður. Og ég ræddi svona trúna einhvern veginn við Aron Kef og hann er með mjög svona heilsteypta sjón á trúarbrögðum og svona. Og ég hafði mjög gaman af því, sko. Er það bara að hann kom inn í podcastið? Vorum við hvað ræða þá? Nei, ekki þá, sko. En jú, samt það fyrir þegar hann kom í podcastið, þið getið myndið þáttinn á Spotify, sjálfsögðu, þá komum við góða punkta. En það var mér finnst alveg gaman þegar hann var að segja, þú veist, ég trúi eins og ég trúi á þetta borð, skilur. Þú veist, ég trúi því að þetta borð sé traust og virki eins og borð. Þetta borð, sko, það shakiest of tables. En ég var svona, ok, það er gott að trúa því, skilur. En það sem ég tók út úr var svona, þú veist, það er gott að trúa á gildi, skilur. Eins og ég trúi á boðorðin. Á boðorðin. Mér finnst boðorðin 10 bara mjög góður hlutur til að trúa á og þetta er svona óhjákvæmilegur sannleikur, skilur. Þú veist, eitthvað svona, ekki stela, ekki myrða og þú veist, þetta er svona sannleikur sem þú getur eiginlega ekki rifist gegn. Og þess vegna finnst mér bara rosalega gott að trúa á það. Og þegar einhver kemur svona, já, þú veist, nei, en þú veist, ég má stela af því að, og þá má bara, fokka þér. Þú veist, mér er alveg sama hvað þú ert að fara að segja hérna, ég trúi þér ekki. Þannig að það er svona einhver falleg svona lífsfesta í trúarbrögðum. Ég þarf bara að vinna í að hætta ágirnast konu nákvæmlega. Það var eitthvað hérna, hvað segir Biblían alltaf eitthvað asna nákvæmlega hans líka. Já, það eru til miklu fleiri boðar. Já, heldur þessi 10? Já, 100 boðar, sko. Nú, en mér finnst þessi 10 bara hérna, já, mér finnst þau bara mjög fín, sko. Já, það er gott að lögja því. Mér finnst þau... Alltaf það strákurinn minn eitthvað óhugður, það var hvað sagði þau? Heiðraskaptið föðun og móður, það er ekki eitthvað hannig. Já, þú skalt ekki girnast hús náunga þíns. Hvað bull það? Hvað búið, ef þú kaupir þér, nú átt þú mjög fína íbúð. Má ég ekki girnast hana eins og ég vil? Má ég ekki bara... Það var alltaf mjög þægilegt, ég myndi bara, þú veist, drepa þig og flytja inn. Já, það virkar líka þannig. Já, ég er bara með svona svo flott hús og ég okkar bara... Það er að segja eitthvað á Vísindavefnum, af hverju tala boðum 10 þegar þau eru í raun 14? Já. Er það ekki bara þegar síðustu 4 eru... Þess að auka. Já. Það er nice to have. Já. Ekki hérna óhjákvæmilegt, en þú veist, fínt svona að þú nennir. Að nennir að fara eftir. Herru, klart, erum við ekki hérna... MMA? Jú, erum við trúarpodcast? Það væri vinna. Já, mættulega vinna með það. En það var ýmislegt að frétta. Það var náttúrulega hópurinn hefurleikamanna sem að fór til Svíþjóð á King of the Ring og við náðum frekar góðum árangri. Mjög mikið af silfurmedaljum. Já. Ronald Bjarki með gullið. Ronald Bjarki vann gullið. Ég horfði á úrslitaviðurinn. Já. Og hann bara skólaði hann gæja. Þú veist, gæja, hann var bara aldrei hættur. Hann var bara með þetta, hann var bara fyrst sigur. Og hann bara, þú veist, þú veist, hann líka svo góður að halda sér öruggum bara með fótaðinu og hann svo með þetta fjarlægina sína. Já. Þú veist, og svo hann bara eitthvað lagt niður með hendurna, bara geð mikið að fíla sig eitthvað. Virkilega mikla framfæri sem hann er að sýna og þú veist, núna er hann búinn að vinna bara eitthvað 4 risamót á þessu ári. Já. Og ég er að segja það, sko, þó kollega var orðið heimsmeistari, þá er þetta fyrir mér hnefarleikamaður ársins, sko. Já. Er ekki eitthvað svona regla að hnefarleikamaður ársins er bara metin út frá því hvað þú gerir hérna heima? Ég held það. Ég sem er valið á hnefarleika samvældinu? Já. Já, ok. Það er ekki 5. lótu? Nei, það er ekki 5. lótu. Nei.
Fyrir mér Ronald Bjarki Magnússon hefur líka básinn, sko. Þó að Kolli hafi orðið heimsmeistari, þá var það samt Ronald Bjarki Magnússon. Þú veist, hann vann þetta mótana í Los Angeles, sem eitt sterkasta hnefileika móti í Bandaríkjunum. Bara, þú veist, Devin Haney eða einhvern Garcia og einhverjir gaurar hafa verið að keppa á þessu móti, þú veist, bara stóðnöfn, sko. Og já, vann Hillu, vann eitthvað Pilka. Já, í Finnlandi. Já, bara, þú veist, hann bara tækt allt með. Já, hann bara vinnur allt. Ronald Bjarki Magnússon sagurlegur. Já, og þú veist, ég veit að Davíð var eitthvað að reyna að finna fætturinn á Icebox, sko. Já. En það náttúrulega bara erfitt. Bara erfitt að finna eitthvað smá sens í hann gæðir. Já, ef við að bjóða okkur frem sem svona dúó. Nei, ég er sammála, þú veist, það er örugglega erfitt fyrir að finna fyrir að fætt heima í þessum þyngdarflokki og svona. En ég held að hann hafi farið beint í úrslit, var það ekki? Ronald Bjarki? Já. Var það? Já, minni það. Það getur verið, sko. Það getur verið, já. Ég átti eftir að fá upplýsingarnar frá Davíð nákvæmlega, sko. En það var eini við allan bardaginn sem að ég fann og horfði á, sko, var úrslitabardaðins. Ég náði hann live, sko. Ég var eitthvað svona að reyna að horfa á eitthvað helgina. Ég náði Elmari live, ég náði einum með Noel live. Nei, ég náði tveimur með Noel með þessu. En náði engum FBC-bardaða. Það var bara einhvern veginn vildi þannig á að maður var eitthvað að vinna og maður var að semja fjölskylduna og eitthvað. Svo allir tíma milli, hann bara, hvað er í gangi, King of the Ring? En náði einhverjum nokkrum börnum, sko. En að það sko, frá HR það svo William og Noel sem fengu silfur. Frá Bogadýr, þá eru líka 2 silfur. Það Artem og Lexi. Svo af FBC sko 4 silfur. Já. Þannig, já. Það er rosalegur. Þetta var, já, 8 silfur. 1 gull og 8 silfur. Já, þú veist, við byrjum bara á FBC. Þú veist, Kormákur og Arnarjaki, þeir keppa 3 bardaga og fara til úrslit og fá silfur. Viktor Örn, hann keppti 2 bardaga, fór í úrslit og vann silfur. Jæja Kasíli fór beint í úrslit, fær silfur þar, tapaði 2-1 splitt. Og Sölvi Steinn og Hlynur Þorri, þeir töpuðu í undanúrslitum og þeir fóru beint í undanúrslit og töpuðu þar. Og Ísak, hann vann 1 og fór svo í undanúrslit og tapaði þar. Já, ég sá engan af þessum barndöðum en mér var svo skrítið hérna, ég var að skoða skorkartinn, sko. Skorkartinn í hérna bardagann hjá Hlynur Þorra, hann tapar 3-2 splay. En dómararnir sem að gefa honum sigurinn, þeir gáfu honum báðir allar lokunar. Þannig að það er svona skrítið hvernig þessi skorkart svona einhvern veginn all over. Og svo hinir dómararnir gefa, þú veist, 2 lótur og henga þeim, sko. Já. Svona skrítið. En já, ég fekk smá texta frá Nick, frá Bogadýr. Já. Míel Fedrets, hann mætti enskum meistara, stóð sig vel, tapaði á stigum. Artem mætti sænskum meistara í semifinals og vann hann. Fór svo í úrslit á móti Normanni sem var með sko meira en 60 fleiri bardaga en hann og var close bardagi en hann tapaði og fekk silfrið. Svo Oleksij Tatarenko, hann vann sænskan meistara í undanúrslitum og svo mætti hann úkraínskan boksara frá Noregi sem að, þú veist, svolítið eins og hann, úkraínumaður býr í Íslandi, mætti úkraínumaður sem býr í Noregi og þessi úkraínumaður hérna í Noregi var norskur meistari og sigraði þarna Tatarenko í úrslitum, þannig silfraði hann. Og Viktor Sóega, hann mætti þarna, fór beint í undanúrslit og mætti sko gaur með 150 bardaga og sem sko 2-time European finalist gæði frá Rúmeníu. Miklu reyndari, ógeðslega sterkur andstæðingur. Nikita sagði að Viktor hafði sýnt karakter en tapaði á móti honum. En þetta var rosa gott svona, út af Viktor náttúrulega leiðinni á Evrópumótið. Núna bara, já hvað, var það ekki 21. nóvember eða eitthvað? Og þetta var svolítið svona gott að máta sig við gæi eins og þennan sem hefur farið 2 sinnum í lokakeppnina á Evrópumótinu. Já. Þannig að hann fekk bara fína reynslu út af þessu og verður bara tilbúinn í Evrópumóti. Já. Það er gott. Sigrlega góður árangur hjá Íslendingum. Já. Það var enginn sem datt út í einhverju topp 8 eða eitthvað. Það er allir í bara semifinals og þú veist, náður svona langt, sko. Já. Þú veist, það er alveg, þú veist,
og það náttúrulega líka bara gott competition og Já. eins og, ég horfði á barndaginn hans Elmar mætti sko sama gæja og hann tapaði fyrir úrslitunum á Haringey, hvort það var í fyrra, jú, ég held að það hafi verið í fyrra. Ég var einmitt bara þegar barndaginn byrjaði, ég kannast eitthvað hann gæja, og svo byrjaði barndaginn, ég sá hann svona hendurinn og lágt niður og ógeðslega smooth, sko, og bara svona, já, ég hef séð Elmar berjast þennan gæja áður, sko. Og Elmar var alveg svolítið vandræður með hann, sko, hann var svolítið mikið bara kíl á loftið og gæðin bara ógeðslega smooth á móti, sko. Já. Ok, geðveikt. Það var aðeins í glímusinni. Það var íslensk herferð inn í, það má orða það þannig, inn í til Rómar, til Rómaborgar og það sem að Þröstur, ekki Valsson, Þröstur Vals? Nei, Þröstar. Iceland's Arctic Warrior. Já. Ég man ekki hvað hann heitir meira en Þröstur, sko. Nei, ég á að vera með það hérna. Þröstur Njálsson. Njálsson? Já. Valsson, Njálsson, þetta er allt missvipað. Hann komst á pall, hann endaði í öðru sæti í sínum flokki. Var, held ég, straight ankle-lokkaður og fór, held ég, svo í opinn flokk og var straight ankle-lokkaður þar líka. En Willi Tóttur, Vilhjálmur Arnarsson, hann endaði í þriðja sæti í sínum flokki. Ég bað Villa að senda mér voice message og segja mér hvernig var á mótinu og svona, en það þurfum við að fara að skrifa fréttum. En það er bara eitthvað beneath him, greinilega. Já, hann er ekki einu sinni búinn að sýna mig. Hann bara hefur fengið svona meldingu og verið bara Fuck that guy. En ef við að hlusta á hvað Þröstur hefur að segja. Já. Kekja, við höfum aðeins að spila fyrir ykkur skilabóð frá Þresti Njálssoni ferðina sína til Rómar. Mótinu í Nóki í Róm og við skelltum okkur út á mánudegi og ég var að keppa á fimmtudegi og þetta er alltaf sama, sko, alltaf þegar ég fer að keppa þá er aldrei stressu, það er kvíði, þetta er bara svona verkefni sem ég tekst á við og ég hef búin að leggja síðustu 6 mánuði á mig mjög mikið að fara í þessa keppni. Svo mætum við á keppnistað og þetta er mikið stærra heldur en ég held ég. Þetta er bara svona eins og eitthvað gott innanhúsmót. En fyrsti andstæðingurinn minn var Ítali og ég fór bara með það gameplan inn að vera bara on top. Eins og Daði segir, stay on top. Og ég tók hann á stigum en leitaði alltaf að rislokk sem ég fann ekki hjá honum. Og svo fer maður í pittur og maður býður, ég held að býði klukkutíma. Passaði bara á því að vera í hættupeysunum minni, þannig ég held í hita. Og andstæðingur nummer 2, það var contender number 1, sá sem átti var sigur sælastur. Þannig ég tók hann á stígu líka og eiginlega domineraði hann bara. Svo í þriðju glímunni að þá lenti ég á móti einu sem að tók mig í straight ankle lock. Þannig ég ákvað það núna að taka næstu 6 mánuði bara að laga það. En svo skráði ég mig, náði sérst öðru sæti þar. Svo ákvað ég skrá mig í opnaflokkinu, lenti aftur á móti þeim sem tók mig í straight ankle lock og hann náði því aftur á, man ekki, 2 mínútum. En þetta er bara byrjunin, það er bara Írland í febrúar og svo fer ég bara aftur að taka meira í IBJJF, hækka mig í standardum þar og ég fann verulega, að ég get staðið mig mjög vel erlendis á þessu leveli. Segir Þröstur Njálsson. Sko, getum við taklað fyrst, ég held að það er bara eins og gott innanhúsmót. Hvað er það að segja? Hver fer bara á IBJJF Europe, Európmótið og er bara... Þetta er bara svo hvítur leik. Já, er þetta ekki bara eitthvað svona innanhúsmót? Eitthvað. Nei, Þröstur minn. Þetta heitir Evrópumeistaramót að ástæðu. En þetta lúkaði mjög flott, ég held að það verið alveg keppt á 4+ og öllum. Og svona, já, það var frekar töff, sko. Vel gert að sækja silfrið. Já, ég var vonast til að myndi segja okkur hvernig gekk á ungu strákunum sem voru með honum, þannig að Orri og Ulli. Já. Þeir voru að keppa hann líka, ég var ekki búinn að heyra það. Nei, ég var bara að stengla með þeim, en þeir kepptu held ég á sunnudegi. En ég var bara... Svakalegir. Já, þeir eru mjög efnilegir, en einhvern veginn finnst mér eins og þeir hafa verið með einhverju medalíu. Sá ég það ekki með einhverju medalíu hálsinn? Getur verið, ég var ekki búinn að sjá það, sko. En nei, það kemur ekki á óvart, sko. Þeir eru bara
bara mjög segir, sko. Já. Og þú veist, þess að Orri, þú veist, hann keppti einhver fullorðinsflokki, blábeltingaflokki, hann fyrir móti úti daginn og stóð sér gett vel og eitthvað. Það er bara, þessi strákar eru bara að vinna góða vinnur, sko. Já. Já, það er þannig að þú veist, það er mjög gott að æfa í VPC og svakalegt þjálfarateymið að vera með Daða og Eið bara á kantinum. Þú veist, er þetta að biðja eitthvað betra eða? Ætlaði ekki hún Kolka að keppa líka? Ég var bara ekki búinn að heyra þetta það, sko. Nei. Ég var eitthvað að rappa við hana daginn og þá var hún að stefna á. Þá ætluðu til London og svo hún að stefna á Róm. Það er það sem við heyrðum frá henni. Við vorum okkar gagnrýna fyrir að vera ennþá blábeltingur. Hvort hún var ekki verið að koma í fjólublátt og eitthvað. Er hún ekki sem það? Jó, þú veist, með flesta standarta sko, ég held að þeir séu svona. Hann er eitthvað svona smá sandpókamenning hérna í VPC. Það er svona eitthvað smá. En bara, en allt er góðu sko. En hún sagði bara, þú veist, það er bara menningin eða þú ert að keppa á alþjóðlegu leveli að þá eru bara menn að hanga í blábeltunum mjög lengi og bara jafnvel hann til að vinna borgin og fara ekkert upp fyrir þeir eru búin með það sko. En hún var mjög almennileg, bauð mér að kíkja, þannig ég geti bara étið sokkana mína, geti bara keppt á þessu móti, bara langar að prófa, já, gjör svo vel, eitthvað, þú veist, bara svona er stemningin, skilur. En fyndist hann þörstu sér tekin í straight ankle lock í tvíkjum, þannig að hann fer bara, já, það er eitthvað að læra á þessu. Þröstur er náttúrulega my arch nemesis. Já, þú vilt kannski bara æfa þig í ankle locks. Ekki núna, ekki að hann er búin að skerpa á því. En fyndið bara að þið Daði segir, verður bara on top. Og svo, þú getur alveg sótt straight ankle lock bara úr botninum. Þannig að ég veit bara að næst ég glími við, ég glími við þröst sko, þá þarf ég að vera eitthvað power barm sko. Ég er bara, það ekki einu leiðin. Það er gaman að þessu, ef að það var ekkert meira af íslenskum keppendum, það var ekkert meira rétt af þeim í bili. Nei, þetta er allt að því. Já. Herri, þá er komið að næsta dagskrálið sem að margir hafa gaman að, það er UFC næstu helgi. Og ég ætla að koma með nickname. Herri, hver er kallaður The Danish Dynamite? Það er Danish Dynamite. Hlýtur það ekki að vera bara hann hvað heitir hann sem Anders á? Nei. Jú. Já, Niklas Dalby. Já, það myndur rétt hjá. Er hann að keppa þarna? Nei. En hann keppti samt við Randy Brown. Já, það er main event. Það var síðusti barnan hans, síðusti anslagi Randy Brown. Og Randy Brown kýldi Niklas Dalby svo ógeðslega fast í nefið að það var bara svona skakt bara. Bara nefið á Dalby var bara svona beygja til vinstri bara. Eða hægri. Man ekki. En gaman að þessu. Herri, nú þurfum við að, renna þessi yfir þetta og sjá hvort séu góð veðmál og eitthvað bitast þetta. Það er alveg eitthvað sko. Já, það er eitt og... annar bardaginn á kartinu, hvað var það? Já, Miles Johnson og Daniel Marcos. Þetta er bara annar bardaginn á prílimskartinu. Þetta er skemmtilegu fætt sko. Af hverju er Daniel Marcos alltaf svona neðarlega á körtum og hann er 17-1? Já, nákvæmlega. Og geðgjaði fættir? Já, hann var svona rétt fyrir utan top 15 sko. Já. Hvað ætla að gera nummið 2 á okkur prílimskart? Eða í Apexum? Nei. Ég veit ekki, það byrði í innmynda spott. Við viljum bara klára það bara heim. Já, það er alveg spurning. Já, það er góð punktur. Mér myndi finnast það rétt. Já. Mæra búinn að Silva, er það? Já. Það er nokkuð góður kvennabardagar. Svo líka náttúrulega Tisa Pennington og Denise Gomes. Já, sem er skemmtilegt. Adrian Yannis er það með Christian Quinones. Já, hann er ekki einu svona featured prílims. Hann er bara á prílims. Hvernig er Adrian Yannis ekki jafn á featured prílims? Hey, Marco Tulio, er það maðurinn hennar Mackenzie Dern? Bítu. Geti það ekki verið? Er það ekki? Jú. Hann er það á móti Christian Leroy Duncan. Ég er miklu trú Christian Leroy Duncan, en Marco Tulio favorite samkvæmt Coolbet, sko. Ég var ekki alveg að skilja hvað er fjandarinn var í gangi þar, sko. Er hann favorite? Já, eða Tulio. Ég reyna að aðtöku þetta Hann sé, þú bara ekki sem Mackenzie Dern. Ég er að googla hvort hann sé raun og veru kæristulega. Ég sé nú ekkert það, sko. Nei. Byrju, hérna er hann að... Ekki spyrja bara Mackenzie Dern boyfriend. Jú, þetta er ekki hvað séð og heyrt
stemning er komin hérna í podcastið? Nei, það er Antonio Trocoli. Já, ekki Tulio. Nei. Hann er hérna, þetta er mjög kærustuparalega mynd á honum hérna, Tulio með annari UFC fættri gælu, við þurfum ekki að skoða þetta. Á hann einhverja UFC Já, gælu? já, er þetta ekki hérna Martina, hvað heitir hún? Rodríguez? Marina Rodríguez? Marina Rodríguez. Aha. Já. Marco Tulio, heitir hann það? Já, Marco Tulio, Marina Rodríguez. Girlfriend. Sem þetta er. Já. You've hit your limit, please try again later. You've hit your limit? Já, ég hef ekki borgað fyrir þetta. Þá veit ég ekki hver kærasta Marco Tulio er. Er það Norma Dumont? Hún vann núna helgina. Já. Er það málið? Já, það er Norma Dumont. Ok, já. Ég bara... Þú hafa svona gelluhóðið. Please, ég být í varirnar bara við hugsa það. Getur haft gelluhóðið. Herri, main eventið helgina er Gabriel Bonfim á móti Randy Brown. Sko, hvað er svona þitt fyrsta... Hvað hugsaðu fyrst þú sér hann bara? Ég hallast Randy Brown, sko. Ég hallast líka Randy Brown. Gabriel Bonfim, 81, Randy Brown, 26. Mjög reynslumiklu gaurar. Randy Brown er lengri, Bonfim bræðurnir, Ismail Bonfim og Gabriel Bonfim, litu út fyrir að ætla að taka yfir UFC bara með stormi. En það slöknaði svolítið fljótt í þeim draumi einhvern veginn. Þannig að hérna, svo kemur Gabriel Bonfim og hann nær split decision gegn Stephen Wonderboy Thompson í síðustu barða. Í 50 Stephen Wonderboy Thompson. Já, það er ekki þetta er ekki sterk úrslit. Wonderboy Thompson er svona gæi að þegar hann er orðinn það gamall og eða þú ert hot prospect, þú átt að klára hann bara samfæðan. Ég veit að Stephen Thompson hann er alveg móli, en þú verður að klára hann bara með stæl. Hvað segir Kulberg, hvernig spilur? Og hann, Bonfim er alveg huge favorite, sko. Er Bonfim huge favorite? Já. Hann er 1.54, 2.56 og Randy Brown. Ég tek Randy Brown, 2.56, allan daginn. Ég líka. Ekki spurning. Já, ég held að Bonfim sé aðeins ofhæpaður upp, sko. Já. Svo náttúrulega bróður hans er þarna líka á kartinu, sko. Ég er svona aðeins meiri trú á honum, sko. Já, Ismail. Já, ég veit ekki, með Gabriel Bonfim, ég veit ekki, hann er svona, að þú veist, ef hann væri jafn góður og maður átti að halda að hann væri, þá hefði hann bara unnið Stephen Wonderboy Thompson. Já. En þú veist, hann er samt alveg með góða sigra í UFC, og þeir eru náttúrulega báðir bara, með mjög gott jiu-jitsu. Og þú veist, ef hann tekur Randy niður, ef hann á auðvelt með að taka Randy niður, þá vinnur hann bara, en ef Randy Brown heldur sér standandi, þá held ég hann sé bara að fara að stræka hann um hausinn, sko. Já. Með að við sko lengdina, hann er alveg ógeðslega langur. Og líka bara hann er alveg snæpur, sko. Já. Hann er þannig bara, sko. Og þeir hafa alveg verið að láta að snesta sig svolítið, sko. Já. Hvernig glímur það Randy Brown? 1.10. Ég veit að sko Gabriel Bonfim er pott að fara að skjóta. Já, alveg 100%. Og það er það sem hann gerir á móti strækurum. Þú veist, Randy Brown hefur alveg lent í vesen í glímuna, sko. Hann er strækur. Það er strækur versus grappler matchup, sko. Já. Þannig ég veit ekki. Ég hefði sjá hann bara svolítið snemma, sko. Þú veist, þegar Bonfim skýtur. Þú veist, er hann bara að taka niður, verður það ekki mál að taka niður, eða mun hann svolítið þurfa að neyðast til að stræka svolítið við hann til þess að finna opnunina fyrir góðu teikan. Nei, ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég bara, já, við munum sjá þetta snemma. Hvernig bardaginn mun, í hvað átt hann mun fara. Ég á voðalega erfitt með að sjá það fyrirfram, þú veist, hvort að glíman hans Bonfim sé nógu góð. Ég bara veit það ekki. En, þú veist, mitt gött segir Randy Brown, sko. Já, mitt gött segir það líka. Mitt gött segir líka Matt Sinjala mot Joseph Morales verður banger. Já. Það er eitthvað að fara að rótast hérna. Þetta er blóðsport, sko. Matt Sinjala er alltaf í ykkurum trilltum bördum. Já. Og veist, ekki mikið búin að skoða Joseph Morales þannig að sko. En ég hef mitt gut feeling segir eitthvað klikkar. Það er eitthvað klikkar bara að gera svona. Já. Þannig ég er mjög spenntur fyrir því. Já, ég þekki Morales ekki mikið, sko. Hann náttúrulega náði submission í debutinu sinni. Já, á móti hverjum?
Býtu, hver er það aftur? Alibi Ibiris. Já, Alibi Adiris. Ég man ekki, það var UFC 519, það var í ágúst. Já. Ok, það er einhvern veginn ekkert skilund eftir sig. En ég hef líka tilfinningu fyrir því að Muslim Salikov vinni Uros Mertic. Það er ekki þar að? Já, sko ég myndi halda að Muslim Salikov væri favorite. Já. En ég myndi samt segja að Medic væri leiðandi hundur þar, sko. Já, já. Hvað, Medic er 1.51 favorite? Salikov er náttúrulega orðið sko 41. Já, ok. En þú veist, þetta er náttúrulega strækir að guðsnáð sko. Þannig að ég myndi alveg skoða glíminn hans Medic til að sjá hvort það sé farþangað, en ég myndi hugsa sko, ef þeir stræka báðir, að þá sé Salikov... Medic er strækir, sko. Já. Þannig að, já, Medic samt búinn að, já, róta einhvern gæði þarna í fyrstu lótum daginn. Þú veist, Medic er alveg töffari, sko. Þetta geti verið bengar, sko. Já, bóðið, sko. Þú veist, já, Necrank, já, hann er svolítið að láta söppa sig, sko. Medic? Já, en mér finnst hann ekki með það sterkar sigra að Medic á rekordinu sínu. Mér finnst svona eins og Salikov að ég geta, þú veist, bara að fæta hann, sko. Þú veist, ef þetta er clean og technical, þá finnst mér þetta eins og þetta sé þetta kvöldið hans. Hann Salikov? Já. Hann er frekar góður strækir, sko. Já. Gaman að þessu. Og ég held líka að Ismail Bonfim vinni Chris Padilla. Já, þetta. Ég met, ekki með þessu ruggleika með Chris Padilla, sko, en ég met hann ekkert svo hátt, sko. Hann er góður hann, sko. Já. Það er svona 3 sigrar. Jai Herbert, Rongsu, James Lyontop. Já. Já, kannski... Mér fannst hann sína flott takt af Jai Herbert þarna. Já, það getur verið rétt hjá þér. En þetta er líka fætt, sko. En Bonfim, þetta er hans fætt. Já, þetta er það ekki verið. Já, þú veist, ef hann alltaf gerir eitthvað, þá var hann að gera það þannig. Og kardióvilinn Ricky Simón á móti Raoni Barcelos. Það er svakalega fætt. Barcelos náttúrulega vann fokkin Peyton Talbot, eða ekki? Já. Það vann Peyton Talbot og vann svo Cody Garbrandt eftir það. Já. Þú veist, er á 3 bætt vinningsstík, sko. Já. Og þú veist, hann er bara ennþá, 38 gamall og bara ennþá bara taka hot prospects og fokka hann upp, sko. En Ricky Simon er náttúrulega bara fokkin hundur, sko. Já, það er kardióvél, sko. Já. En hann lætur alveg snerta sig, sko. Já. Svona, en það er gæði sem að vill skjóta í takedown, er aðeins búinn að skerpa á strækinginu sínu. Já. En ég er alltaf með svona glímuna í bakhöndinu, sko. En mér fannst samt svona eins og hann hafa átt að vera eitthvað prospect, en svona, það var svo ekkert úr honum, eitthvað. Já, en það er samt, þú veist, mér finnst hann alltaf einn skemmtilegasti gæðinn hann í Banfield, sko. Já, maður tekur alltaf eftir honum, sko. En svona, ekki að fara neitt, sko. En ég held að Ricky vinni hennar bara það. Ég held að hann taki niður og halda honum niður, sko. Já, hann tók náttúrulega hann Cameron Smotherman. Já, einmitt. Það var, ég ruglað, það er hann á Suður Afríska gæðin, eða ekki? Nei, hann var bara bandarískur, sko. Já, það er ég ruglað. Já, ég ruglað. Cameron Smotherman er skemmtilegur, sko. Já. Já, bara flott strækir, sko. En Ricky Simon, hann er bara, þú veist, hann er algjör hundur, hann er algjör nöyt. Og ég held bara, þú veist, hann er bara ekki skjóta bara í blast double takedown. Og ég held að þegar hann nái Barcelos niðri, þá mun hann svolítið halda hann það, sko. Já. En hann þarf að passa sig að vera ekki cracked ef hann stendur á lengi um Barcelos. Barcelos kýl fast fyrir tíndafókinn, sko. Já, 100%. Marco Tulio múti Christian Leroy Duncan. Ég hef tilfinningu fyrir því að þetta sé Duncan bardagi. Já, ég líka, sko. Ég þekki Tulio ekki alveg nógu vel, sko. Nei, hann er með 2 sigra í UFC. Já. Gegn nokkurn veginn, bara svona nobody's. Leroy Duncan er 2,50. Já, ég skil þetta ekki alveg. Ég skil þetta enga veginn, sko. Ég held að Christian Leroy Duncan væri hefði fyrir. Já, ég held það líka. Þannig það er svona eitt og annað í þessu, eins og ég veist, Adrian Yanez, ég bara lesa yfir Coolbet, sko, tæplega 1,5 á hann, það er bara sanngjarnt. Leroy Duncan, 2,50, tækið það. Denise Gómez, hún ætti líka að vinna fyrir 1,50. Það er svona eitt og annað á þessu karti sem að mér finnst alveg, sem ég geti ímyndað mér að leika með, sko. Já, einmitt. Svona frekar spennandi.
Ég hugsa að ég hoppa upp í sumarbústað og horfa á þetta þar og skrifa mikið af fréttum og Já, eitthvað skemmtilegt. það er einhver skemmtilegt bett. Já, Já. það væri hérna, já, það væri eiginlega bara ógeðslega gaman að ég myndi gera það. Já, gerum það bara. Hérna, er eitthvað sem að vantar upp á? Þetta er ekki það spennandi kart þannig að séð, sko, þannig svona... Nei, en já, það er ekki smá fréttapakki það. Voru ekki farið við fréttir á það? Hvað er fréttir? Herru, það er búið að taka Bo Nickal af maincardinu hérna á UFC 322. Já, þannig að þetta er fyrst skiptið að hann er ekki maincardi og búið að setja á maincardi svo bara fuck that shit og Benel Darius móti Benoit Saint-Denis það er hérna sett á maincardi og hann dettur út miklu betri fætt. Miklu betri fætt. Ég man ekki sem mótugurinn Bo Nickal er að fara núna. Nei, í alvörunni, þessi Bo Nickal hæfleðst í alvörunni. Menn eins og Óli þurfa að læra að skammast sín, sko. Óli will never hear the end of it. Nei, þú veist, Bo Nickal, svo var sem svo fyndið maður hlustur á önnur svona MMA podcast og eitthvað. Menn voru svo mikið á Bo Nickal lestinni. Já. Maður skilur svona alveg út af hann, þú veist, með þetta wrestling. Maður skilur alveg að þessi spenna fyrir. En það sást samt alveg svona hversu takmarkaðar hann er. Já, hann er fram á Rodolfo Vieira, sem er sko geggja jiu-jitsu. Þannig að þú veist, er gameplanið að taka niður eitthvað margfaldan jiu-jitsu heimsmeistara með 1-4 bláa belti. Já, þú veist, það er alltaf að standa eitthvað sem við erum búin að sína á kanti. Oh my god, mér lakar svo til að bara taka milljónuna mínar og tippa gegn Bo Nickal. Tjóð, hvað er það fundið? Já. Ef þú myndir tapa milljónum. Já, Það væri Bo Nickal sem... Af öllum. Og ég þetta face Óla sem er með, já, ég sjáði að Bo Nickal væri geggjaður. En já, ég skil ekki alveg hvernig Bo Nickal ætlar að vinna bara það, af því að bara Rodolfo Vieira er bara með crazy, þú veist, þetta er það sem að, þú veist, aðrir fætir að segja þetta sé besti submission specialist bara í UFC. Þú veist, ég hef heyrt bara fætir að tala þennan gæða sem bara the GOAT þegar kemur að submissions. En svo man ég, var einhvern að horfa barndað hjá honum og ég hugsaði bara, hann vantar svo að vera í gí, þú veist. Að hann er kannski ekki alveg, ekki alveg með Nogi glímuna jafn góða, sko. Nei. En ég sé svolítið ekki alveg hvernig Bo Nickal á að vinna þann bara það, en mér var svolítið gott á hann að vera að færa við það. Já, gott á hann. Líka bara, þú veist, ég fíla að það sé svolítið upp á hann tippi og ég ætla bara að vera main card og svo debut hann á einhverjum main cardi á, þú veist, pay-per-view og eitthvað gegn einhverjum IKEA starfsmanni, sko. Og maður bara svona, ok, þú ert greinilega að fá mjög special treatment hérna. Já, gott á hann. Ég held að hann sé að fara að tapa þessu. Já. Ég held að Bo Nickal lestinn sé búinn, sko. Já. Er eitthvað meira skemmtilegt? Ég meina fyrir þér Jake Matthews, manstu, hann var að keppa á móti Neil Magny. Já. Og þú veist, Neil Magny tappaði ekki og stoppuðu og héldi áfram eitthvað. Já. Og svo vann Magny á endanum. Já. Jake Matthews sem sagt áfrýjaði þessu og því var hafnað, sko. Þannig að bara sigurinn stendur fyrir Neil Magny. Já. Sem er svolítið leiðilegt fyrir Jake Matthews. Það er svolítið leiðilegt. En það er greinilegt að sko UFC ætlar bara að standa með dómarunum, sko. Já. Þú veist, það áfrýja einhverju, þú veist, ég held að bara... Ég man ekki eftir neinu máli sem er áfrýjað. Ekki nema séu Steilar, eða þessu. Já. Þannig að eitthvað svona þannig svindl, sko. En dómarum mistök. Ég sé það aldrei. Nei. Þú veist, maður er með að reyna, sko. Já, maður orkindi það. Jake Matthews svolítið annars. Já, ég meina, þú veist, bara í alveg adrenaline-dumpið, sko. Þetta er svo slæmt þegar menn halda þessi búin að vinna. Svo kemur bara adrenaline-dumpið og maður horfir á það og fjara á það, sko. Bara síðast núna, bara til lægja núna helgina, sko. Já, litla dumpið sem að það hefur verið. Bara heldur að það hafi náð bara vel, hann er haldið bara að vera að ná, sko, first round KO. Já. Greið kannski, sko. Heyri, áður en við kveðum um það. Já. Varstu búinn að sjá þarna daginn þegar Brendan Allen og Reynir Dritter voru að keppa það? Þegar Brendan Allen er að labba út, það er einhver gaur sem setur síma fyrir fram að myndaðarna og það lítur út bara eins og að sé bara búinn að kidnappa einhverjum. Sé bara með mynd af bara manneski sem lítur út fyrir að vera bundið niður, bara hver og ofan. Þetta var bara eins og gaur að sína bara eitthvað morð eða eitthvað. Og gæja var með grímur, sko. Og það er víst eitthvað rannsókn hafin þetta, sko. Ha? Já. Þú veist, hann bara, ég skal sýna þetta hérna. Svona var þetta.
það var bara eitthvað gauð sem bara opnaði síma sinn og sýndi þetta. Það lítur út eins og þetta sé manneskja á einhverju borði. Þetta bara eitthvað Dexter shit í gangi hana. Já. Þetta bara eitthvað, það eins og sé bara búið að ræna mannesku og verið að pynta hana eitthvað. Hvað í gangi það? Og þetta var bara einhver gauð sem bara sýndi myndaðalinn þetta, það var að brenda hann alveg með að lappa út. What? Wow. Já. Þetta fucking scary dæmi. Hvað, já. Þetta útaf blurry, sko. Já. Maður þarf ekki að skoða, hvað að gangi á svona mynd, sko? Já, þetta lítur út eins og þetta sé manneskja sem liggur á einhverju borði. Já. Byrðu ofan. Það lítur bara út eins og eitthvað. Bara það eins og sé bara ræna og sé verið að bara pynta á eitthvað við þinn, sko. Já. Þetta lítur þannig út. Já. Og annarkvæmst er þetta bara sick joke. Já. Eða þetta er bara einhver snar bilaður maður þarna. Já. Fuck, ok, það var mjög áhugavert að fylgjast með. Það er sem sagt komin einhver rannsókn í gang með þetta og ég veit ekki. Shit, þetta verður komið í eitthvað svona nýja seríu á Monster hérna á Netflix bara þetta dæmi, sko. Já, þetta var mjög herrlegt. Þú beiðstu með þessa fréttnaður. Þessa sleggjum maður. Já, við höfum eitthvað að skrifa þetta. Já, nú skrifum við það. Já, þetta er alvöru frétt. Þetta lítur mjög illa út. Já. God damn. Þetta minnir mig eiginlega svona, gæjan sem alltaf svona, það var eitt gaur sem að rændi stelpu, sem er mjög klassist að gera og ég voru í tísku í dag að ræna stelpum og geyma þeir í kjallara. Eitthvað gaur sem gerði það og alltaf skrifa svona inn á Amazon svona review alls konar svona vörur sem hann var að nota, svona keðjur og sægir og eitthvað. Alltaf skrifa review það á Amazon hvernig hann notaði til að festa niður stelpuna, skilur. Eitthvað svona, þessi keðja var mjög góð, fórnarlambið mitt gat ekki sleppt og hún var mjög taust notaði þessa sög til að búa til þetta og svo konan hérna geti ekki stoppið og alltaf skrifa svona Amazon review. Og allir eitthvað, eins og hún var bara einhver kona bara föst í kjallara. Og bara, svo alltaf bara gerði rannsókn á þessu og þeir fundu konuna og hún komst út á lífi. Og notaði elsta trikki í bókinni að það að tala mjög blíðlega og fallega til ofbeldismannsins. Hélt sér þannig á lífi. Já. Og kom einu sem fram í sannleiksins sakamál. þar sem að maður ætlaði að drepa konuna sína og hún frá sama ráð hafði lært þetta einhvers staðar að þú ert að tala með svona mjúkri röddu, svona hvað ertu að gera? Eitthvað svona og þá svona kemur eitthvað svona samviska inn og hún, þessi kona með þessum Amazon killer, Amazon kidnapper lét alltaf eins og hann þætti úrslag gaman sjá og þannig að þú veist, hann í rauninni hélt hún lífi miklu lengur en hann ætlaði að gera og í rauninni það lengi að lögreglan tókst að finna hella dæmi, ég að þetta minnir mig á það shit sko. Crazy, við þurfum að fá hérna hún kolkaði við True Crime, ég hef ekki búin að hlusta á þáttinn en þurfum að hérna þetta eitthvað svona kolku shit Kolka? Kolka í Rocky Ship, já. Hún er með podcast sem heitir True Crime Iceland Já, ok Ég held að á viðtalveginni á Vísi planið var eitthvað svona að brúa bilið milli lögfræðinnar og almennings og svona verið að rýna í málin Mjög áhugavert Ég sást það á Dirty Boxing helgina Nei, tókst þetta að Foxy Boxing helgina Nei Foxy Boxing Það bara maður skil eins og Dammi, hún fekk einu svona tilboð að berjast á narböksunum fyrir fullt af pening Foxy Boxing bara svona hugtak fyrir alls konar þannig dót? Já Það var til bara Foxy Boxing einhvern tíma Ég held að Foxy Boxing sé bara svona reglið á hugtak Mögulega hefur verið til eitthvað Foxy Boxing skilur sem var bara svona fyrst og allir kalla þetta bara Foxy Boxing eftir það Þú veist, það er mjög klassist Sérstaklega í Bretlandi eins og bara eitthvað, þú veist Wellington stígvélin, verður bara besti stígvélin og allir kalla núna bara stígvél Wellingtons Eitthvað svona mjög klassist Já, með Dirty Boxing, Brian Barkley og hún kvartar hann á UFC, Mr. Wade og Já hann er bara komin í Dirty Boxing og bara sigraði með rótæki í fyrstu lóti það ekki Hann tók samt, þú veist, hann tók fullt af höggum og þetta var alveg bara hérna svolítið bról bara í, þú veist, þetta var þetta var minna mínúta sko En hann stóð af sér eitthvað smá árið frá hinn gæðanum og kýldi hann eitthvað niður og svo gæðin eitthvað svona, þú veist, var hálfbrotaður eitthvað niður
Það kom í mjög, það Máni alltaf grandi poundir og hann alveg svona beigði smá stundum bara boing. Það var búið. Fyndið. Hann er alveg að, já, hann er alveg að gera eitthvað. Já. Þú veist, hann er alltaf ekki að deyja ráðlaus. Nei. UFC sagði blessa hann bara, þessi bóksing græði miklu meiri pening. Já, alveg spurning sko. Það er ekki eins og UFC borg eitthvað. Það er vel sko. Conor McGregor segist það að fundi Guð og sé árið nýri maður. Já, alveg sé ég. Þetta eru alltaf einhverju svona syndsamir durgar sem eru bara, nú hef ég fundið Guð, ég þarf blessun. Þannig ég held að það sé að reyna að gera allt til að vera edrú og komast á það hvítahúskart. Sem var ekki ekki? Já. Ég held að þetta hvítahúskart verði svona eins og ég óskaði mér að þetta verði svona, þeir eru ekki að spá í deildónum, þeir eru bara eitthvað svona Ég segi þetta að það var Conor McGregor með Nate Diaz. Já, Nei. það var ekki ekki. Og bara leiðu Nate Diaz að það er ekki Jónu inn í hring og eitthvað, bara, þú veist, bara hafði þetta bara skemmt. Þetta er bara eitthvað sem er bara, þetta er bara eitthvað dýragarður, leiðum þessu bara að vera dýragarður. Ég styð það. Herru, ég er bara að kötta þetta, Já. Ég segi þetta bara gott í dag. Góði Billy. Eða ekki ná? Jú, Herru, styð það. við þökkum öllum fyrir að hlusta og fyrir þá sem að fylgdist með á YouTube. Ekki margir, menn með alltaf gera betur. En Hver er Ben? Hver er Ben? Ætli við dissað svo mikið síðast, hann er bara aldrei. Hér komur Bumbu Bannan. Já, 100%. Elsku Bumbu Bennin og þessi handarreifing lúkaði líka svo illa á streyminu og eitthvað svona að skoða og þú bara damn. Já, kannski var hann bara svona hneyksaður, en örugglega ekki. Herri, við komum aftur á vikuliðinni sem verður síðasti þátturinn fyrir Glacial Fight Night. Já, við erum að gera eitthvað. Já, það verður uppbytun á þáttur fyrir Glacial Fight Night þar sem við bara rýnum yfir alla partana, spáum og spekulerum í þá og svo framvegis. Og það verður allt ég held að það verður svona megin fókuspunkturinn á þeim degi. Verður drekklaðan þáttur af því náttúrulega UFC 322 líka. Mjög spennandi. Þannig að endilega grípa ykkur með á Glacial Fight Night. Það er ennþá einhverju miðar í boði held ég. En það er mjög... Það hlýtur að seljast upp á það. Já, með minni sko síðast þegar ég heyrði Bjarka þá var bara miðastannan, hún var bara stóð í sko 30-80% búið skilur. Þannig að þetta verður eitthvað trillt. Takk aðeins fyrir að hlusta og við sjáumst eftir að viku liðinni. Takk. And the stream.